Þetta flott. Nei, ég mætti ekki. Það væri ekki gaman að taka bara hérna, þykjast að það væri byrja, koma upp á svið og halda massa ræði. Are you ready? Við förum í Oddsson. Góðan daginn. Vil ég fara í Oddsson? Já. Upp á það að gera það. 1-3. Shit! Það aðeins svo. Hérna, 1-5. Það fara 2 saman upp á svið og kalla yfir salinn. Eru þið ekki peppuð eða eitthvað svona og smá ræða? 20% ykkur, 1-5. Bara þykjast vera kynnir, þú styrir bara já. Já. Og hérna, það eru 2 sem gera þetta. Það ekki fucking shit. Og þannig að við gerum þetta öll saman. Þetta works, Dave. Og þið veljið einhver liðsfélaga til að gera þetta með. Nei. Ok, maður hafi þetta 1-2. 1-2. Please. Ok, þetta telur ekki, en sjáum samt bara hvað hefði gerst. Ok. Upp í 2. Alltaf liðsfélagið minn og Ok, 1, 2 og 2. Oh Vá, my þetta hefði god. gerst. Gert upp í 3. Ælis. Gerum þetta í 5 með 20% ykkur. Ok. Þið veitir að ég er að fara að taka 5 með það ekki. Og núna hugsi ég, af því ég sagði 5, þá er ég að fara að taka 5 af því þið held ég myndi ekki taka 5. En núna því ég er að segja ykkur þetta, haldi ég tek 5. Hvað myndi ég gera? 1, 2 og 4. Hvað sagði þú? Það hjálpar alveg að messa til það. Mess with your head. Já. Svona að tala um það. Setjast þið niður. Ég verð líka að setja þetta. Góðkvöldið og ég er ágætt líknir. Ég heiti Vésteinn Örn og ég er að stýra þessum ágæta kandidatafundi fyrir ykkur í kvöld. Óskar Breki plataði mig til þess. Aðeins um mig, ég útskrifast úr Versló fyrir 8 árum og er líka útbrunninn morfísþjálfari sem skýrir kannski ástæðuna fyrir því að ég er hér í kvöld. Ég ætla að kynna inn alla frambjóðendurna núna og ef þið takir 3 mínútur í að klappa fyrir hverjum og einum þá verðum við ógeðslega lengi hérna, þannig að klappiði bara allan tíman á meðan ég er að kynna þið inn, ok? Og þá vil ég kynna fyrstan inn á svið frambjóðanda til forseta NFFÍ, Jón Kristófer Ólason. Og næst er það frambjóðandi til markaðsstjóra Ísleifur Auðar Jónsson. Frambjóðandi til formanns Listó Salka Elín Sæþórsdóttir. Frambjóðandi til formanns Íþró Óðinn Geirdal Jónsson. Frambjóðandi til ritstjóra Verslunarskólablaðsins Nadia Líf Guðlaugsdóttir. Og þá eru það frambjóðandi til formanns Nemo Guðbergur Páll Pálsson og Margrét Þóra Ingvadóttir.
Frambjóðendur til ritstjóra Williams, Hrafnkell Tími Thoroddsen og Davíð Frank Guðnason. Frambjóðendur til féhirðis, Eiríkur Ísak Magnússon og Kristín Birta Jónsdóttir. Frambjóðendur til formanns Málbó, Trausti Magnússon og Högna Þóroddsdóttir. Og að lokum 3 frambjóðendur til formanns Skemmtó, Tindur Sigurðarson, Ísold Embla Ögn Hrannarsdóttir og Kári Hlíðberg. Einmitt. Glæsilegur hópur, bara til hamingju með að hafa úr svona góðu fólki að velja. Ég ætla að fara örstutt yfir svona basic fyrirkomulag. Það verða stuðningsræður, svo verða spurningar og svo verða fleiri spurningar. Fyrir ykkur sem eru að flytja stuðningsræður, nenniði please að virða tímamörkin. Ég held að það sé enginn inni sem vill hlusta á ykkur meir en þið sjálf, þannig að 1,5 mínúta er sennilega bara mjög gott viðmið. Það eru 3 frambjóðendur sem ætluðu að vera eftir á sviðinu og við ætlum að byrja á þeim. Þið hitt getur bara fengið ykkur sæti hérna fremst og ef ekki bara byrja. Glæsilegt. Við byrjum bara á stuðningsmannaræðunum held ég áður en ég fer að grilla ykkur aðeins. Og fyrsta stuðningsmannaræðan er fyrir Jón Kristófer og það er Snæbjartur Sölvi Kjartansson sem ætlar að flytja hana. Vitsu. Hvað á ég að peppa? Ég meina horfið á hann. Eða þarf ég að segja eitthvað meira? Sæðurló, ritstjóri, ungurinn. Þessi gæi skínar hann svo glimur og glöss. Bara djöfull fíla ég. Og ég djöfull fíla ég hann sem forseta Vestmann. Má ég heyra? En eins og allir þeir sem eru mannlegir þá hefur hann sína galla. Hann królar því miður með allt og mikið metnað. Svefnleysisvandamál og hann liggur andvaka á kvöldum að hugsa nemendafélagið. Og svo er hann stærsti gallið af öllum. Hann hlustar bara allt og mikið. Ég meina koma, ég sá hann að gæja hlusta á einhvern lúðan og hór að kvarta yfir mörðunum í Mabu. Og hann sagði bara, já ég skal bara sjá hvað ég hef gert. Ég meina what? Eins og svona vilt, þessi gaur mætti vera mamma. Já, hann ætti að vera mamma. Ekki líkt og Örn íþróttakennari er hann móðurlegur maður. Hann sýnir samkennd, ást og hlýju sem eru allir þeir eiginleikar sem góð mamma sýnir. En góðu gestir, ég vil spyrja ykkur á nokkuð. Viljið þið betra félagslíf? Viljið þið betri viðburði? Viljið þið betri skóla? Setið þá stórt X við Jón Fokki Fróla. Fyrir beint í næstu ræðu, það er ræðaposturinn í Hrísleifi og það er Dagur Hannan sem ætlar að flytja hana. Sem á að skrifa. Fólk sem stendur við hafið finnir öldurnar kalla á sig en snýr samt við vegna þess að það er svo hrætt við það eina að blotna. Það er nú vissulega einn maður fyrir salnum sem ekkert af þessu á viðum. Hann sé lengra á herra en allir aðrir. Að vísu vegna þess að hann er einn hávaxnasti maður skólans. En hann lætur
engan stöðva sig í því sem hann gerir. Hann sér ekki bara herra, hann stefnir herra. Þessi maður býr til sína eigin leiðir. Hann slær met bara til að slá þau aftur. Hann gerir allt 170%. Þessi maður fyrir hreinlega ekki að sofa á kvöldin fyrir verkið er gert, steingrafið og hvatt. Og að lokum þá er hann helst ástæða þess að þið sem í salnum sitjið fáið þau forréttindi að njóta afsláttar á næstum öllum stöðum sem þið rampið inn á, hvort sem það er matur, föt eða ég veit ekki hvað. Er einhvern veginn að fara að gruna einhvern veginn að tala? Já, ég held það áfram. Þessi maður er nú þegar miðað við aldur, mest í reynslubolti allra í skólanum í markaðsnefndinni. Hann hefur ekki bara gert einu sinni, heldur tvisvar sinnum í kappátti á síðastliðnum skólanum og vitmenn, honum er ekki enn tryggt að tappa. Hann safnaði einsamall 600.000 krónum í styrk fyrir vatn 92. Hann mætti halda að hann var á launum við að ganga vel. Hann er maður fólksins og markað, punktur. Ég held við vitum öll hvernig er að fokkin tala, en ég er að sjálfsögðu að tala afmælisbarnið í salnum, Ísleifur fokkin Jónsson! Að þú verður vestingum, og ég lefði því að fara á gúmenni hátinn oftar en einu sinni í viku og munginn haldi því áfram á næsta skólaári, bara við að setja x á réttan stað. En ef þið sáu ekki fyrir ykkur eftir þessa ræðu að Ísleifur Johnson sé fullkomnasti maður í verkið, þá spyr ég einfaldlega hver þá? Kjósum traust, kjósum velgengni, kjósum fagleika, kjósum hagstætt verslunarlíf og kjósum Ísleif Auðar Jónsson sem markaðsstjóri Verslunarskóla Íslands 2006 til 2007. Ef ég aðstæðast einhvern til að fara að þjálfa á Mortis aftur, þá get ég þurft að fá númerið hjá þér. Það næsta ræða, það er til stuðnings Sölku Elínu og það er Vala Frostadóttir. En já, það er fyrir umformaði listó, Saganæ, eða Saga kvöldsins. Það vill nefnilega svo heppilega til að tvífararnir Salka og Saga, þeir eru systur. Það sem við erum að segja hérna er að listóblóðið, það rennur bókstaflega í æðunum hennar Sölku. En hún fekk að smakka listóferðið áður en hún varð einu sinni formulega nemandi skólans. Hún var alltaf mætt í uppsetningu og niður til listó, leikmyndarinnar, þegar hún var lítil lús í 10. bekk. En ok, sorry, ég ætla ekki að vera með neitt nepotisma eða eitthvað, þú veist, vesku og neitt þannig. Já, Salka er ekki bara systir fyrir formann, þetta er miklu meira það. Ég kynnti Sölku á öðru ári þegar hún var sýningarstjóri í Vitlebrá og ég vissi strax að ég þyrfti að fjárfesta í þessu hlutabréfi. Eins og segir í laginu eftir Jóa Bjókróla, sjarminn hennar hans hreinlega greip mig. Svo auðvitað fékk ég að vera svo heppin að vera með í listunum síðastliðið ár, þannig treystið mínum orðum, hún kann þetta allt. Hún er í alvörunni, ég er ekki að djóka, duglega manneskast, duglegasta manneskast sem ég þekki og eiginlega bara, hún er bara hreint út sagt fullkomin. Í hvert skipti sem hún gerir eitthvað þá er það alltaf fullkomin. Samkvæmt sé að senda póstnaðarskóla sem hún veggi eða bera fólk að sófa. Hún er líka metnaðarfull konan og ég get sagt ykkur að slíka manneskju þarf svo sannarlega í formann listó. Hún tekur að sér verkefnin sem enginn vill snerta með brosi á vör og heldur samt einhvern veginn alltaf kúl yfir. Takk fyrir að þrífa alltaf mannlíkuna, Salka. Ekki síkara. En já, hún kann sko að halda kúlinu en hún er líka bara algjört inni og algjört afstandnaðri í gegn. Það hefur aldrei komið tími þar sem mér finnst svona eitthvað ósækjöfn eða leiðilegi eftir listamannjunni því hún bara einfaldlega er það ekki. Hún er alltaf góð við alla, hún er til í allt og hún er bara eitt stykki dúndurmeistari svo já, ég treysti henni líka bara fullkomlega til þess að leiða félagslífið í stjórninni. Mín spurning til ykkar er, af hverju ættu þið ekki að kjósa Sölku? Ég veit alltaf hvað ég ætla að gera. Eftir Sölku! Þetta er tilbúið. Það heyrist í úr. Glæsið. Herru, já, þetta er eiginlega 2 lotur af spurningum. Þetta eru spurningar sem stjórnin lét mig hafa og svo er þetta spurningar sem að samnemendur ykkar hafa sendt utan sal.
Ég reyni kannski svona að vinsa út mesta viðbjóðin en ég ætla að reyna að hafa þetta bara eins og það kemur okkur með sko. Jón Kristófer, ef við byrjum á þér. Hver eru stefnumálið þín og af hverju ætti fólk að kjósa? Stefnumálið mín eru svo sem að sko helstast hafa stærri viðburði og fleiri viðburði og það er þá þessi stærri viðburði, þá meina ég þessar stærri viðburði sem eru hérna á Marmaranum eins og til dæmis útförin fyrir Klatta Hafrónsson, það var geðveikt og líka það Hennes við var með EM hérna í Bláasal, bara fleiri þannig minni viðburði fyrir nemendur og í gegnum öll stefnumálum mín þá fókusaði mikið á svona lífið á Marmaranum mikið. Mér finnst það skipta mestu máli bara í svona daglega lífi verslinga. Þú veist, ef við ætlum að taka eftir einhverju breytingu í lífi verslinga, ef allir myndu taka eftir einhverju breytingu út að það mæta ekkert allir á böll en það mæta allir í skólan, þá er það að gera nefndarvikurnar betri og leyfa nefndum ekki að komast upp með að halda svona lélegari vikur sem eru kannski illa skipulaðar og svoleiðis og þá er ég tilbúinn að hjálpa nefndum í því að skipuleggja vikur og líka bara gefa þeim góðan fyrirvara með allt og svoleiðis. Og af hverju ætti fólk að kjósa mig? Já, líka það. Já. Það er náttúrulega stórt spurt, sko. Ég hef alltaf svolítið verið á móti að reyna að selja mig og eitthvað, en það er náttúrulega það sem kosningar eru. En ég tel að ég hef allt sem það þarf til að vera forseti. Ég er skipulagður, þið bara endilega komið og skoðið Outlookið og OneDriveið hjá mér, bara þið eru velkomin. Og svo kann ég að tala við fólk, eins og þið sjáum núna. Svo erum ég og Gunninga besties, ég var með henni í Árbæðaskóla. Já. Og svo hef ég líka bara skýra sýn, ég veit hvað ég vil og bara ég nenni ekki að sætta mig við eitthvað sem er ekki fullkomið. Fattu, og ef það er eitthvað sem þarf að gera sem enginn gerir, þá er ég tilbúinn að gera það. Bara eins og núna, bara eitthvað að taka til, bara núna á Marmaranum, þá var ég bara eitthvað, það eru borðið hérna, ég ætla bara að fara að setja þau inn í skúr. Það var ekki búið að gera það. Ég var svona alveg að spá í að taka Gettu betur og bara já, þetta er komið, en þetta var bara mjög gott. Já, er eitthvað tímaþröng? Örugglega. Já, þú hófa bara í okkur. Hérna, ég ætla að halda hans áfram að spyrja þig. Hvað eyddirðu miklu í framboðið þitt og hvað fékkstu mikið í styrki? Sko, ég safnaði 60.000 krónum bara í gegnum hana tímabilið, en sko upp úr ein vasa þá eyddi ég... Það eru 6.000? 6.10. Já, það var ekki alveg... En mest bara allt á básnum mínum fékk ég frítt, nema bara blöðrurnar og svo var það bara bólur og bæklingar og ég hef örugglega eytt í kringum, svona 70.000 kall og svo fékk ég 10.000 kall ofan á frá mömmu og pappa. Gaf mér mat. Glæsilegt. Ef við vendum hvað okkar aðeins í kross, Íslaugur, hvað telur þú að núverandi formaður hefði getað gert betur? Já, hvað hún, heyrist í mér? Já, hvað hún Eva Margrét hefði getað gert betur. Ég myndi fyrst og fremst henni þar sem markaðsnefnd 2004 þegar ég buð sig, hún fór huldu höfðu í félagslífinu en Eva virkilega rífði þetta upp núna í ár og við heldum fyrstu markaðsvikun okkar og skírteinið hefur aldrei verið stærra. En ef það hefði verið eitt sem hefði mátt fara betur, þá held ég að hefði verið að lesa samning, en við förum kannski ekki frekar meir út í það. Það hefði kannski bara, hefði kannski verið meira með duglegra að hittast, gera eitthvað skemmtilegra sem nefnd. Ég held að sé ekki meira en það. Mér fannst hún virkilega standa sig bara. Glæsilegt. Taka neikvæða spurningu og gera hana jákvæða, það er bara flott. Fínt. Salka, hérna er ég með spurningu til þín. Hvert var framlag þitt í nefndinni í ár og hvað hefðirðu getað gert betur? Já, í nefndinni í ár þá var ég samfélagsmiðlastjóri og sá markaðssetninguna okkar þar. Ásamt því að sjá við skiptum svona milli okkar undirnefndum, þú veist, og ég var að sjá leikskrána, búninga, vídeónefnd og okkur svoleiðis.
Það sem ég hefði getað gert betur að þegar við vorum komin svona inn í sýningatímabilið þá var það svolítið erfitt að gera TikTok og allir voru svolítið uppteknir og svona. Þannig að ég myndi segja að við hefðum getað undirbúið markaðsefnið betur og tekið það upp fyrr. Þannig við ættum efni til að posta seinna. Já, það svona aðalega í samfélagsmiðlunum sem ég vilja bæta. Ok, og kannski bara strax aftur á þig, hvað eittir þú miklum pening í þitt framboð? Ég keypti blöðrur og svo keypti ég bolla fyrir langa hádegið og gafla og ég eyddi 4.000 krónum. Ok, bara netið, gott, flott. Jón Kristófer, þetta held ég stærsta spurningin sem að frambjóðandi til forseta getur staðið fram fyrir. Hvernig ætlar að tryggja góða umgengni í nemendakjallaranum? Það sko, þetta hef ég rætt við núverandi forseta bara til að reyna að fá eitthvað. Þetta er stefnumál sem allir hafa sett sér, hvort að það er bara jafnvel í nefndarsetu, sko. Og þá var ég með leist á hugmynd sem Óskar var með sem var eitthvað svona lásakerfi og þá sérstaklega í þessar mikilvægri stofur eins og ljós og það sem umgengni skiptir rosalega miklu máli. Það kemur að eitthvað eins og kósí, þá er náttúrulega leiðilegt að hafa það ógeðslegt en það má frekar vera ógeðslegt með að við eitthvað annað eins og ljós og sem nefndir nota og sem eru dýrar græjur inni og þá verður það eitthvað svona lásakerfi þar sem þú getur fengið svona kóða. Og við erum með svona upp í vinnu hjá mér til dæmis og þá færðu bara svona kóða, stimplarinn inn, getur fengið tímabundin kóða og þá var ég líka hægt að fylgjast vel með hver væri inn í þessum tilteknu stofum á ákveðnum tíma og svo skamma hann ef hann gengur ekki vel frá. Ok, já. Ég kannski saman spurningu áðan eitthvað sem að þú myndir gera öðruvísi en forveriðinn og hvað þá? Ég nefndi nú eitt í útvarpinu, hann var ekki alltof sáttur við það. En ég ætla bara eiginlega að segja það aftur, sorry Óskar. Mér fannst Óskar standa svo ógeðslega vel og ég var ógeðslega ánægður með hann. Cap? Nei. Og bara geggjaður forseti almennt, en mér fannst hann ekki vera alveg nógu duglegur að bara vera sýnilegur, þú veist, og þegar maður tala svona skemmtikvöld þá sá ég hann kannski á 2 og svoleiðis. Svo það er bara aðalega bara eitthvað að vera bara eitthvað svona, segja bara hæfi alla á göngunum og sem forseti það ámar að vera náttúrulega bara þessi frontmaður og sýna hvað Vestló stendur fyrir, bara í öllu, alltaf. Já. Kannski bara í framhaldi af því, þú nefnir í bæklingnum þínum að ekki allir sem vilja geti tekið þátt í félagslífinu í Vestló. Hvað áttu við og eitthvað leið fyrir því til að laga það? Já, þetta sko, þarna ég að tala ekki allir sem vilja geta tekið þátt í félagslífinu en þarna, og svo nefni ég aftur held ég í þessum kafla að ranghugmyndanum að til þess að vera í félagslífinu þurfi þú að vera í nefnd. Fattarðu, ekki allir sem vilja geta tekið þátt. Það vilja náttúrulega held ég flestir ef ekki allir taka þátt í félagslífinu Vestló. En það einhvers konar ósýnilegur veggur á milli þess að vera í félagslífinu og að vera í nefnd. Ekki á milli en svona að vera ekki í félagslífinu hérna og vera í félagslífinu og nefnd hér. Fattarðu? Og þá væri ég til að brjóta niður þessa hugmynd einhvern veginn. Þú veist að ég er bara búinn að vera að gera á básnum mínum og tala við fólk sem bara hei, ég komst ekki inn í nefnd, þú veist, hvernig kemst ég inn í nefnd núna í kosningum, bara, þú þarft það ekkert, sko. Það er náttúrulega geggja að vera í nefnd, en ég sjálfur hef aldrei verið í eitthvað svona legit nefnd, sko. Samt sitt ég hér. Já, flott. Salka, næsta spurning til þín. Ætlað þú að taka þátt í öðrum störfum innan NFFÍ fyrir utan Listó, Nemo, Morfís, eitthvað? Já, ég ímyndaði mér allavega að fara í viðtal fyrir aðstoðarmann leikstjóri Nemo. Ég var það í ár og mér fannst það mjög gaman og það er það eina. En tímabilin, þú veist, Listó tímabilið og Nemo tímabilið skarast ekkert þannig að það myndi ekki hafa neinn áhrif á Listó framistöðu mína. Og svo hafa fleiri, þú veist, Tinna var í Nemo og Rommel og Saga og Nadia og eiginlega allir fyrrum formenn Listó hafa verið í Nemo leikhóp þannig að það virkar vel saman, sko. Íslaugur, þú fórst bara í markaðsviðtal í fyrra. Af hverju langaði þig mest í þessa nefnd?
Ég fór reyndar líka í málfó viðtal ef ég ætti að leiða þetta. Þá skulum við bara sleppa þessari spurningu. En hvað gerðirðu í markaðsnefndinni í ár? Hvað gerði ég í markaðsnefndinni í ár? Ég var virkilega duglegur að senda pósta fyrir nemendaskírteinið og ég safnaði þó nokkrum þar. Ég var eini í nefndinni sem safnaði pening fyrir Vesturlandsskólablaðið. Sem var 600 skall. Síðan tók ég einnig virkan þátt í því að vera með í vikunni sem við héldum núna snemma í septembermánuðinum. En síðan einnig þá hef ég tekið það sem ég hef lært í markaðsnefnd og fært það yfir í aðrar afurðir eins og þegar mér fannst mjög svekkjandi að það var lítil stemming fyrir jólunum í Vestló og þá tókum við Kári Hlíðberg þá tókum við að okkur jólanefndina og við söfnuðum hellingum af styrkjum og svoleiðis til þess að gera smá meiri stemmingu úr þessu héldum leika, Eyþór Völer kom og það náttúrulega bara það sem ég lærði úr markaðsnefndinni og síðan, já, það var náttúrulega bara, við vorum bara með nemendaskírteini í ár, við vorum með vikuna og síðan Vesturlandsskólablaðið en einnig þá var þetta í talandi nemendaskírteinið þá vegna þess að Nova þau klúðruðu smá, þau gáfu út skírteinið án þess að allir vissu og þetta var Helgi T. með skírteinið og Ari B. 06 gengið en það leiddi til að ég og markaðsstjórinn Eva Margrét, við vorum bara tvö með aðgang að nemendaskírteininu í ár og þurftum bara að eyða út öllum og uppfæra allan notenda eða bara stúdenta grunninn, bara grunninn í Nova kerfinu. Ok. Gott að hafa svona peppandi sal, það má ekki koma smá þögn og þau byrja að klappa. Höldum okkur kannski bara við nemendaskírteinin. Þú talaðir það í útvarpinu og þú væri til að skoða samstarfi annað fyrirtæki en Nova. Af hverju og ertu með eitthvað í huga? Sko, ég hef ekki kynnt mér ég veit að Aur, þau byggðu upp á nemendaskírteini en mér finnst óréttlátt ef við séum farin að rukka nemendur fyrir nemendaskírteini því ég veit að þau gera það. En ég myndi vilja halda mér við held ég Nova í samstarfi við þau vegna þess að mér finnst að koma mjög vel út nema hvað að mér finnst að þurfa að bæta við eiginleikum til þess að eins og í ár við vorum með 124 afslætti minni mig pluss það sem við bættum síðan við í gegnum skólaárið nema hvað ef þú ert að skróla í gegnum 124 afslætti þá mjög erfitt að finna það svona að leita nema hvað við náðum í gegn að fá þetta í stafrófsröð en mér finnst þurfa virkilega eitthvað svona breytingu, eitthvað svona nýjung í kerfið hjá þeim eins og að sía út bara afþreyingu, mat, fatnað, svona verslanir, svona til þess að auðvelda nemendunum að finna það sem er að leita að. Glæsilegt. Salka, þú hélst örugglega að vera sloppin þessa spurningu. Hvað finnst þér núverandi formaður hafa getað gert betur? Já, Tinna var frábær formaður. Það er í alvörunni mjög erfitt að segja eitthvað sem hún hefði getað gert betur. En ég er búin að vera að hugsa þetta mig grunaði þessi spurning koma og ég var svona að reyna að finna eitthvað svar. En ef ég þyrfti að segja eitthvað þá væri það bara að auka skipulag eitthvað smá. En hún var með allt á hreinu í alvörunni og mér fannst í alvörunni erfitt að finna eitthvað en ég held að við erum öll mannleg og það er alltaf að þetta skipulega eitthvað betur. Þannig að það er bara eitthvað svona smá þannig og byrja fyrr, jafnvel. Klassískt að byrja fyrr, maður heyrir það oft. Þú talar sviðsmyndarhelgina, hvernig ætlar að sjá til þess að hún gangi smurt fyrir sig og að sviðsmyndin verði komin upp fyrir vetrarfríð, þannig að fólk geti farið að fókusa á eitthvað annað? Já, hugmyndin mín með þessu var að við myndum, eins og nefndin, byrja jafnvel á 50 deginum, þá getum við byrjað að setja dúkið niður og þannig og svo þegar undirnefndinar og leikhópur koma til okkar á föstudeginum, þá getum við beint farið í að setja upp veggi, mála og reynda að nýta tímann betur í það sem er svona gott að hafa margar hendur í. Og svo myndi ég líka leggja áherslu á það bara við myndum nefndin saman, ef við náum ekki að klára á sviðsmyndahelginni,
að við myndum vinna vel fyrir vetrarfríi áður en að mjög stór partur fyrir til útlanda í vetrarfríinu og þá er þetta að nýta vetrarfríi að gera markaðsefni fyrir sýningatímabilið frekar. Glæsilegt. Jón Kristófer, þú talar að það vanti betra samtal milli stjórnarnefnda. Hvað áttu við með því og getur þú gefið dæmi hvenær það hefði mátt vera betra á þessu ári? Já, þarna ég mikið að pæla, sko, það sem ég meina þarna að mér finnst að alla nefndirnar og sérstaklega formennirnir í öllum nefndum eru snillingar, sko. Og mér finnst einhvern veginn núna því ég sá vandamálin sem sumar nefndir voru að lenda í og þú veist ef ég nefni bara Málfó til dæmis og Viljan en þá finnst mér algjörlega að það eigi ekki vera einangruð vandamál bara til nefndarinnar. Mér finnst að stjórnin ætti að hjálpa stað og einhvern veginn að gá hvort einhver í stjórninni er með einhverja lausnir fyrir vandamálin sem aðra nefndir hafa, að hafa þetta ekki einangrað, ef að þau þú veist, ná ekki utan þetta alveg, að leita fyrir að hjálpa til stjórnarinnar og einhvern veginn og virki þetta allt, sko, gera þetta einhverja smurða vél sem gengur fyrir sig, ekki bara eitthvað einangrað, já. Glæsilegt. Sko, það er einhver að skrifa inn í doc-skjalið sem ég er í eitthvað, vertu fljótur, þetta þarf að ganga hraðar, þannig að ég ætla að fara bara í nokkrar frá leiðinu út í sal sem er líka að skrifa, þetta er allt of mikið af spurningum fyrir frambjóðendur sem eru einir í frambúði, þannig að ég náði skilaboðunum, ég skal reyna, við reynum öll saman bara að svara hraðar, en þá ein utan úr sal, hvaða skóla settir í annað val? Kvennó. Rétt svar. Gerðu Simma D impression please, nei, heyrðu, sko. Nei. Það er svona geðveikt, sko. Já, hvað er það með það? Hæstvirtur Vésteinn. Takk. Það er þetta nokkuð gott. Ísleifur, ein utan úr sal, þú ert að auglýsa ball, hvernig ætlar að auglýsa til að ná til sem flestra? Til að ná til sem flestra, ég meina, það sem myndi skipta mestu máli væri þá þáttaka bara nemenda skólans, bara innan skóla, þannig að væri virkilega bara náttúrulega það sem ég held að stjórnin gerði í ár, bara að sitja á, þau settu á miðla, nefndir ætti þá að náttúrulega reposta því á þá miðla, auglýsa það á Facebook, hengja plaggut veggja skólana, en því að ég held að það sé bara besta leiðin til að miðla upplýsingunum til bara nemendana, en síðan auðvitað ef að þau eru að miðla þessu á samfélagsmiðlum, þá nær þetta frekar til utanskóla nemenda. Ég held að sé ekkert flókið svar við þessu, heldur en að bara vera bara bomba út upplýsingum, það er bara plaggut, story, post, gera svona, mér finnst virkilega flott í stjórninni, þau fyrir busaballið, héldu geggjaðan svona skemmtilegan trailer og því að mæta allir í Bláasal, það sparkar alltaf smá umtal viðburðina sem er mjög sniðugt. Fínt, flott. Salka, ef þú fengir eina ráða hvaða sýningu lista myndi setja upp, hvað er fyrir valinu? Ef ég væri eina ráða? Já. Vá. Mér myndi langa að setja upp eitthvað svona mysteríu dæmi. Ekki ein ákveðin sýning, en ég náttúrulega, já, ég mun ekki vera eina og þetta er ákveðinu sem við nefndum myndum bara taka, en já. Glæsilegt. Jón Kristófer, þetta er allt bara eitthvað bull. Já, kannski ein bara, en samt fáum bara stutt svar. POV, þú ert nýkjörinn forseti NFFÍ, hvað er það allra fyrsta sem þú gerir til að bæta nemendafélagið? Fá bílastæð á kennarastæðinu. Já, bara fyrir þig persónulega? Nei. Nei, hvað, bara fara beint í sumar að taka til í Nemkja, örugglega. Já, low key, eða? Já. Svo held ég að, ef ekki bara enda á þessi hljómar eins og eitthvað svona innsend bullspurning en stjórnin lét mig hafa hana Ísleifur. Hvernig er að vera orðinn 18 ára? Það er bara mjög fínt, sko. Mjög gaman, en það er bara búið svo mikið að gera það bara á eftir að hitta með ég á ammali.
Já, ég fór samt í köku til mömmu, bara í smástundina áður ég mætti. Glæsilegt. Ef mér eina köku sinni var rjóma. Herðu, ef við ekki bara gefa þeim þokkalega gott klapp. og slökkva á þér. Grípið til minna ráða. Ég ætla að fá næstum á svið, næstu 2 frambjóðendur, Óðinn og Nati. Að ég vera hér? Já, bara, við býðum bara. Já, þú veist, þannig. Já, ég ætlum bara að byrja stuðningsmanna eins og áðan og fyrir Óðinn er það Steindór Örn Hannesson. Já, Greta. Frá upphafi heimsins hefur Greta alltaf verið til. Hún er eitthvað sem býr einhvers staðar innan með okkur öllum. Hún er það sem gerur okkur mannleg og líður öll sem fyrsta gerðu aðeins meira. Þegar þú vaknar á mótana og hugsar, shit, hvað ég nenni þess ekki, þá er það Gretan sem segir, jú, drullastu. Þegar þú ert fastur í verkefni sem meikar ekki sens, búin að prófa allt þetta alveggjálstu, þá kemur hún aftur og segir, prófaðu einu sinni enn. Þegar kaffivélinn virkar ekki, Wi-Fi dettur úr sambandi og lífið er bara alveg að detta í sundur, þá er það Gretan sem lætur því íta á takkan aftur, aftur og aftur. En svo eru þetta mismunandi leiðir af Gretu. Sumir hafa smá, sumir hafa nóg og sumir hafa aðeins of mikið. Og það kemur the man of the goddamn hour, Óðinn Geirdal Jónsson. Hann er skilgreiningin á Gretu. Og ég ætla að segja henni hreint út. Maður vill hafa íþróformann sem er graður. Það fylgir titlum. Ég vil líka sem gerir hluta með annari, eða hún sem er all out. Fyrir endanum þá er það alltaf þessi gröðu sem halda hlutum gangandi. Þessi sem hætta ekki. Þessi sem nenna aðeins meira en eðlilegt er. Þegar það finnst í mér, kæri samlegu. Þið þurfum ekki að óttast neitt. Það skortir ekki Gretu hjá stóra G. Og ef þið trúum ekki þá er 5 minna skets á YouTube úr annanum sem að sýnir hversu graðraðin er. En þessi ofurmikla Greta nýtist einungis ef þið gerið eitt fyrir mig. Og það er þessi X stóra G í formann Íþró. Þetta voru rosalega miklar upplýsingar eitthvað sem ég hef aldrei hitt á áður. En það er bara fí. Þá ætla ég að bjóða næst með stuðningsræðu fyrir Nadíu, hana Evu Margréti. Hæ, elsku bláðisalur. Mér langar að segja ykkur aðeins að frú Nadía er eini kosturinn fyrir stöðu ritstýru vakt 93. Ég ætla að hefja þetta stutt í sögu. Þú segir ykkur frá fyrsta skóladeginum mínum á Öðruvári. Ég gekk spennt inn hurðina og beinustu leið í dagbox. Ég var varla komin að DJ-borðinu þegar ég sá litla sveitastelpu. Nei, býttu fyrst heyrði ég henni og síðan sá henni. Óhrædda Nadía stóð þar með miklum látum í sviðsljósinu og það hreinlega geislaði af henni. Hláturinn hennar kastaðist milli drapperingana upp í boxinu og fekk nokkur koll. Ég sneri mér að degi og við vorum sammála að þessi gæla myndi svo sannarlega ná langt. Einhvern veginn jafn hávær og Eysteinn Ari og næstu því jafn sætum ég. Hvílík eðalblanda. Naggi, 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 I love you. Mitt uppáhaldsfólk er einmitt það sem ekki allt í lítið fyrir sig þar. Nýútskrifun úr grunnskóla en samt óhrædd við að garga með glænjum vinkonum sínum á matarborðinu. Hún Nadía hefur kynst
Það er svo geggjað að vita ekkert hvað er í gangi. Hún sagði bara eitthvað og það var einhver bara nei. En bara snilld, geðveikt. Óðinn. Er ekkert kveikt á þessu eða? Hæ. Jú. Já, þessi. Herðu, Óðinn, ef þú mætti breyta einum hlut við Íþró, hver væri hann? Það er að bæta við þriðja viðburð. Það er mér finnst svo leiðilegt að frá september til mars ekki að gera mikið. Ég bara opnaði Snapchat-grúppuna og Elsa var að senda inn "Oh my, I miss you guys" og þá vissi ég bara að við þurftum að fara að bæta einhverju við og þá er það bara þessi þriðja viðburð og þá getum við kannski fara að hittast oftar og bara gera meira sem heil. Geðveikt. Hver var þitt framlag eða hlutverk innan nefndarinnar? Ég var markaðsstjóri í nefndinni og ég til dæmis átti stóran part í að redda Gatorade til að styrkja fyrstu vikuna og síðan átti ég líka part í Radiant fyrir seinni vikuna og síðan einnig seldi ég gólfmótið og skíðaferðina og síðan naflinn var að lýsa sókvöldagríminu. Ég hitti hann á Átó og spurði hann hvort hann gæti verið til þetta og hann sagði bara já. Sko, þú nikkar út í sal. Er naflinn þarna eða? Hann gæti verið, hann leynist sko. Það er frábært. Kannski einu viðbót áður en við skiptum. Hver er þinn helsti kostur og hver er þinn helsti veikleiki þegar kæmi að þessari stöðu? Minn helsti kostur er bara hvað að mínum mati er að ég er duglegur og ég vill að nefndin sé í besta standi og ég myndi aldrei leyfa nefndinni að vera léleg og ég mér langar ógeðslega mikið að Íþró mun bara halda þessari sterku ímynd sem hann hefur. Minn helsti veikleiki er að ég get verið ógeðslega þrjóskur mjög oft en það er stundum bara gott líka. Steindór þekkir það best af mér. Glæsilegt. Nadia, ef þú mættir breyta einu hlut við Verslunarskólablaðið, hvaða hlutur væri það? Ég myndi vilja stækka útgáfu snappsins eða gera aðeins meira hæp í kringum snappið. Já. Hver er þinn helsti kostur og þinn helsti veikleiki þegar kemur að þessari stöðu sem þú ert að bjóða fram? Ég myndi líka bara segja að minn helsti kostur var að ég er dugleg og metnaðarfull en ókostur kannski svolítið óstundvís. Mæti stundum smá seint. Svo nætuefni. Hvað gerir fyrrum formaður illa sem þú vilt gera betur? Sko, ég hef viljað byrja bara smá fyrr, byrja að fjármagna fyrr, byrja að bara skipuleggja allt fyrr, taka myndi fyrr, já. Ég myndi segja það. Óðinn, sama spurning. Já, það er bara, ég hugsaði þetta áður en ég kom og Helga eins og allir vita er bræðisleg og það er erfitt að velja úr þessu. Eina sem ég myndi vilja gera betur er að kannski hittast oftast sem nefnd, oftar. Og ég var bara farin að sakna þér á tímum og það væri til að kannski funda þótt það er ekki til að funda við og kannski bara upp á að finna einhverja hugmynd. Og síðan bæta við sem þriðja viðburð til að aðeins gera meira. Var að fundi með Halldóru og hún var bara geggja til að hjálpa okkur að en ég held að það er bara stór möguleiki að við munum ná að gera það á næsta ári. Hvaða svona eiginleika muntu hafa í huga í fari fólks þegar þú tekur inn í nefndina? Fyrst og fremst bara metnað að þau vilji bara það sama og ég fyrir Íþró að gera hana bara stórveldi, maður langar það bara mest. Og síðan þurfa þau líka að vera skemmtileg, maður þarf að vilja vera með liðinu sem er í nefndinni, það er ekki gaman að vera að funda með ykkur sem er leiðilegur. Og já, bara að hafa dugnað og að vera duglegt, aðalega. Fínt, Nadia, sama spurning, hvaða eiginleika myndir þú svona horfa í þegar þú verður að taka fólk inn? Sko, bara fjölbreytt fólk, það þarf alls svona fólk í nefndina. Það er einhverjir sem eru góðir að taka myndir, einhverjir sem eru góðir að vinna myndir, að skrifa texta, svo líka bara skemmtilegt fólk. Já, fínt. Kannski stutt bara á ykkur bæði, ætlið að taka þátt í einhverjum öðrum störfum nefndafélagsins á næsta ári? Nei, það er allavega ekki planið. Og nei, eina sem ég hef verið að taka þátt í er bekkjara á fyrsta og öðru ári en ég ætla að skrá mig úr því og hafa alla minni og Íþró og stjórninni. Og þessi þriðji viðburður, hvað yrði þetta eiginlega? Þetta er í rauninni fyrst bara hugtak og ég er með fullt af hugmyndum sem ég er búinn að vera að pæla í en ég vil bara að nefndin sjálf mun ákveða þetta
Mér langar að hver og einn nefndarmeðlimur mun koma með sína frumlega hugmynd og síðan mun nefndin í heild svona ákveða hvaða hugmynd skemmtilegust og hvað væri hægt að framkvæma í fyrsta lagi. En þannig að, já, síðan langar mér ógeðslega mikið að halda BÍSHEF og fyrir fólk sem veit kannski ekki hvað það þá er það bikar íslenskra heilsueflandi framhaldsskóla og það er sem sagt þegar að menntaskólar á höfuðborgarsvæðinu eru að keppa í einhverju ákveðinni grein og þetta hefur verið haldið af fyrrum íþróformunum eða meðlumum bara líka og hann já, gekk frekar vel en það var sumt sem að hefði alveg mátt breyta. Við reyndum að halda þetta á þessu ári en það var kórinn var ekki sátt með þetta síðast og það var einhver í MK, vil ekki kannski segja hver en það var einhverjir sem voru kannski að gera eitthvað sem mátti ekki. En núna einmitt er ég með Halldóru með mér á minni hlið og ég hef bara fulla trú á að við munum ná að gera þetta. Fínt, ég var að pæla að fara aðeins í spurningar úr salnum. Nadia, hvernig ætlar eiginlega að velja nýjan lit á næstu kápu þar sem allir hinir litirnir eru löngu búnir? Sko, allir litirnir eru ekki búnir. Það er til svo mikið af litum, ekki bara til litalæginu. Þannig að, já, ég mun gera flotta kápu, ég lofa. Hérna er eitthvað sem spyr, hvernig ætlar þú að bæta við verkefnum í Íþró, Óðinn? Ég ætla bara að koma mér bara ég ætla bara að hafa reglulegri þú er búinn að svara þessu. Já, bara reglulegri fundi og meira skipulag. Ég er bara fyrir eitthvað fyllefni hjá mér. Heyrðu, hérna Nadia, hvað finnst þér skipta mestu máli þegar kemur að Vestlandskólaplaninu? Mér skipta mjög miklu máli að nefndin sé bara mjög góði vinir og sé mikið að hittast og þá bara getum við gert enn flottara blað. Við erum bara mjög mikið saman, góða vinir. Er ekki bara glæsilegt hjá þeim, eða ekki? Ég held það. Heyrðu, nú er hiti farin að færast í leikinn. Við erum að fara í fyrsta tvöfalda framboðið og við byrjum á málþóf og fáum Trausta Magnússon og Högnu Þóroddsdóttur upp á svið. Velkomin. Eigum við ekki bara að fá upp fyrri stuðningsræðuna. Það er Vilhjálmur Ingvarsson fyrir Trausta.
kjósa, hlusta ekki í formum málfólk. Það er svo góður vinur minn, Óli Reykjus, segja bara one way ticket for me. Sem einfaldlega þýðir að við varum og það er engin. Við erum með gull, græna skó og flugeldasýn. Sérstaklega er svona virkið nefnt sem málfólkafélagi er. Og það var svo heldur betur rétt að manni í ljóðið. Og ég get sagt með fullri vissu að sá maður er Trausti Magnússon. Takk fyrir mig. Takk fyrir mig. Þá ætla ég að bjóða upp á svið Halldór Högn fyrir Högnum. Já. Glæsilegt. Heyrðu. Já, heyrist þið þeim báður? Halló. Já, fínt. Halló. Glæsilegt. Já, Annars verðið þið bara að skiptast á. Það, dreipur engar. Þið eiginlega bara svona ráðið hvort ykkar svarar á undan. Ég ætla að byrja á nokkrum spurningum bara til ykkar beggja. Eru þið búin að skáta þjálfara fyrir næsta ár? Já. Má maður bara byrja að svara? Gjörðu svo vel. Sko, ég ætla ekki að ljúga, ég er alveg búin að vera að skoða allavega senasta mánuðinn og ég var að tala við gamla Morfís, bara alumnæs eitthvað daginn, sérstaklega Morfís þjálfara og Gettu betur, en það var náttúrulega bara að funda við það í sumar og sér hverjar fyrir valinu, eitthvað daginn. Já, þið skiptist bara. Virkar, já, ok. Já, ok. Já. Jú, ég er líka búinn að vera aðeins að svipast markaðinn og það er svona ýmislegt sem kemur til greina og maður veit ekki hvort maður fer í eitthvað sem hefur virkað áður eða eitthvað glænýtt en já, maður er með svona nokkra hugmyndir í kollinum. Glæsilegt, allt mjög óskýrt og loðið en bara flott hjá okkur báðum. Hvert var ykkar framlag í nefndinni og hvort ykkar var duglega? Í málfói ár þá sko málfói er kannski öðruvísi en aðra nefndir, þetta er ekki svo blaðanefndir að þú klárir ákveðin margar blaðsur eða setur upp ákveðin svæða leikmynd en heldur eru frekar svona öll að reyna að vinna saman og svo redda einhverju svona last minute en eins og til dæmis sá ég leigu á Vaffi MR eða leiknisvellinum fyrir Vaffi MR fótboltaleikinn og að senda út tölvupósti, reyna að safna einhverjum styrkjum fyrir málfóvikur og leigu á hoppukastala eða styrk og reyna svona bara að finna eitthvað svona prógram í þessum vikum eins og ég segi og trúbban líka var einhver annar endi á þessari spurningu. Já, hvort ykkar var duglegra var hnúturinn á spurninguna sko? Við vorum bara bæði frekar duglegir myndi ég að segja en mér fannst ég vera duglegri. Ok. Já. Högni, ertu sammála því og hvert var svona þitt framlag?
ég er ekki alveg sammála, en ég er svolítið til að vera alveg hreinskilin, ég er svolítið bara búin að vera út um allt, svolítið. Þannig svona öll verkefni sem voru svolítið til hliðar, bara svolítið greip ég í, svona eitthvað var alltaf bara svolítið að reyna að finna mér eitthvað að gera, einhvern veginn. Það er svona, er ekki alltaf að vera að úthluta kannski verkefnum, þannig séð. Þannig bara með að mæta, fyrst ég byrjaði í nefndinni, mæta á fundi með fatmerkjum í sumar og þjálfurum og hjálpa til við ákvörðun af því. Og já, ég var sendi fullt af póstum og hringdi, þótt ég náði ekki að safna endalausa styrkjum, þá náði ég einhverju, eða ekki einhverju en ég sendi fullt. Og já, ég var svolítið bara í þessum verkjum til hliðar alltaf, hvort svona bara að grípa eitthvað, eða ráða þessa KSÍ dómara fyrir VFMR fótboltaleikinn, ef þið hittu þá, þetta er einhverju klassa bestudöldar greinlega. En já, bara svolítið þessi svona verk út um allt, fannst mér ég vera að vinna. Flott. Eru þið með pælingar fyrir peysu samstarf? Klárlega. Búin að skoða nokkuð merki sem kom mjög vel til greina. Já, ég líka. Ég bara, já, eiginlega sammála Högnu þarna, en kannski svolítið svona eiginlega ákveðin, ef ég mætti segja það, svona með mjög skýra ímynd af hverju mér langar að vinna með. Ok, heldur spilum þétt að sér, það má alveg. Það stendur hérna, hvað eru þið að tala þegar þið segir fjölbreyttari varning? Þetta hljómar smá eins og þetta eigi að fara á annarkvort ykkar en svarið bara bæði. Bara skólavarningar er náttúrulega bara allt frá peysum yfir í nælur, eða ég geti ímyndað ykkur, bara allt með Vestló logo á. Við vorum ekki að selja nælur í ár, það var dagurfarnar, það var geggjað. Það var ógeðslega flott, en bara allt sem geti ímyndað ykkur sem er stimplað með Vestló er svolítið varningur, og ég er með svolítið góða hugmynd af varning í samstarfi við merki, jafnvel, já, sem við verðum kannski að vinna með. Já. Já, Högna útskýrir basically hvað fjölbreyttur varningur er, en það sem mig langar að gera er að, heyra í nemendum, senda út einhverja svona rafræna könnun eða eitthvað og heyra basically hvað ykkur langar í staðinn fyrir að ég sé að reyna að gíska, eða málfónefndin að reyna að gíska og basically bara reyna að koma því í vinnslu sem fyrst. Fínt. Ég er að pæli að taka eina á Trausta núna. Þegar þú talar um að ódýrari peysur verið flottari, ertu þá að leita að öðrum samstæðsaðila? Já, allavega að svona skoða mig þar. Það er svona takmarkaður fjölbreytileiki sem er í boði í hönnun peysa hjá margt smátt. En hafa bara verið fínir samstæðsaðilar allavega síðustu 2 árin sem ég hef verið í Málfó. Og já, ég vil skoða mig sjá hvort sé eitthvað annað í boði og reyna að gera þær svona aðeins samkeppnishæfari við þær dýru af því að þær eru mjög mikilvægar finnst mér. Fínt. Högna, hvernig ætlað þú að sjá til þess að það verði betri mæting á Gettu betur og Morfís? Ertu með einhverjar frumlegar hugmyndir til að verðlauna þá sem mæta? Eða refsa þeim sem mæta ekki? Já, refsa þeim sem mæta ekki. Ég veit ekki alveg hvernig ég myndi gera það. Bara heitpost á alla eða eitthvað, ég veit það ekki. Bara eins og í ár finnst mér ekki búið nóg mikil auglýsing með fyrirvara, þannig séð. Kannski meira bara heyrðu Morfís eftir, allir að mæta, í staðinn fyrir að hafa einna viku fyrir bara oh my god, það er Morfís, skilurðu, bara hverjum degi bara minni ekki eftir Morfís eða Gettu betur. Svo bara jafnvel að labba í stofur, bara alla dagana og mér finnst einhvern veginn verslingar þurfa að fatta að Gettu betur og Morfís er að reppa okkur og er að setja alla metnaðinn bara heila árið í þetta og það er svo geggjað að allir verslingar mæti og þetta eru geggjaði viðburðir fyrir alla í skólanum. Þannig já, svolítið bara gangi í stofur, auglýsa mjög snemma og vel á samfélagsmiðlum. Jafnvel hengi póster. Má ég skjóta inn í hana líka? Þú nefndir að verðlauna þá sem mæta. Það er það sem ég vil gera allavega því að mér finnst ekki alveg ganga nógu vel að auglýsa. Það hefur oft verið reynt. Og þetta breytir einhverju en kannski ekki nægilega miklu. En þá langar mig allavega að verðlauna þá sem að taka tíma frá deginum og mæta á þessa viðburði með þá einhvers konar fögnuði eftir eða ef það er ekki boðið þá bara drykk eða mat eða eitthvað slíkt á viðburðinum. Þannig að það sé svona aukinn hvati til þess að mæta. Ok, fínt. Ég ætla að spyrja ykkur bæði nokkra spurninga. Af hverju ættir þú frekar að vera formaður? Ok.
bara ég ætla fyrst að segja bara ég er mjög pottið týpa, ég er svolítið bara stend við það sem ég segi, þannig að ég lesi bæklingin, svolítið ætla mig bara að gera allt sem ég segi, þannig. Bara fyrst því ég kom í Málfó, ég er búin að fylgjast með líka á busárinu og ég bara svolítið stendi strax að formannum, þótt ég var eitthvað stressað með framboð þá var það svolítið draumurinn því ég kom í Málfó að fara í formanninn strax. Ég held bara að ég yrði mjög góð með skipulag á hóp og já, svolítið bara sem leiðtogi hóps, halda öllum saman og gera verkefni skemmtileg og já. Ég er náttúrulega núna búinn að fylgjast með þessu ferli í 2 ár og svona skoða hvað mér finnst vera gert vel eða illa. Svona eiginlega bara að undirbúa mig fyrir þessa stund og þannig að já, ég tel mig kannski vita betur hvað þarf virkilega að breyta eða ekki og svo er ég þetta líka mjög metnaðarfullur, ég er skipulagður og svona framkvæmdagjarn, ég geng bara við hlutina. Fínt, ein bara sem ætti að vera auðsvarað, hvað ættuðu miklu í frambúðið ykkar? Ég safnaði eiginlega bara öll í styrkjum, flestu, nema ég man ég keypti sleikjóa sem voru kannski 2000 kall, en já, ég var með fullt af giflum, ef eitthvað tók eftir, veit ekki alveg, en já, bara safnaði kannski max, jú, eitt er reyndar í bólana, þannig ég segi alveg 20.000, það voru kannski 2 vaktir hjá mér í vinninni. Ég safnaði 55.000 kalli og það var ekkert mál að eyða því og svo var eitthvað að fara þessu úr vasanum mínum, einhver tæpur 20.000 kall bara í matinn í dag og já, og svo var ég að fá skilur styrki eins og til dæmis með risa plaggati og eitthvað svona, ég fekk það gefins. Flott mynduð þið taka mótframbjóðandann inn í nefndina ef þið mynduð vinna? Já, ég held það. Traustu mig geggjaða reynslu á þessu? Já. Og já. Já, bara absolutt sko. Ok, flott það er bara eitthvað bull hérna í forminu sko, þannig að ég er bara að hlífa ykkur bara við því og þakka ykkur kærlega fyrir. Takk fyrir. Heyrðu, þá erum við að fara í formann Nemo næst og það er Guðbergur Páll Pálsson og Margrét Þóra Ingvadóttir sem ætla að koma hérna upp á sviðið. Og við byrjum venju samkvæmt á stuðningsmannaræðunum og fyrir Guðberg þá er það Kári Baldursson. Spurðu sjálfur,
rosalega spes orka í summa af þessu ræðum. En bara ég fagna því. Þá það fyrir Margréti Ísabel Dís Sheehan. Hefur þú íhugað að keppa einhvern tímann í Morfís eða hvernig? Jæja. Bubbi, Margrét. Hvert var ykkar helsta framlag í nefndinni í fyrra? Helsta framlag í nefndinni? Og hvort ykkar var duglegra? Á, ég byrja. Ég skal byrja. Það? Já. Ég myndi segja að mér gekk best í sviðsmynd, uppsetningu og niðurtakt, sérstaklega í lok nemoferðsins, þar sem ég var svona búinn að byggja upp smá reynslu og búinn að, já, ég myndi segja ég var duglegastur við, einmitt, líka að mæta snemma, vera einn og seinastur út, sem ég myndi telja vera helstu eiginleikar formanns nemo, allavega, frá stundvísi, dugnaður og, já. Svo, já. Ég var markastjóri Nemo í ár og ég var bara frá byrjun, þá var ég bara að safna pening. Svo bara eftir áramót þá kom pressan og maður fór að safna meiri pening, þetta var bara svolítið þannig. Svo var ég mjög mikið að redda props í sýninguna. Ég reddaði einhverjum 40 skall hjá Góða hirðinum, fengum það allt bara frítt og við notum það mjög mikið bara í Barbie-húsið. Ég var svolítið mikið að fylgjast með bara í gegnum nefnferðlið, bara mér langaði svolítið að vita allt sem var í gangi. Ég var alltaf eitthvað svona að spurja og fylgjast með sko. Ég auðvitað var mikið líka að setja upp sviðsmyndina og taka niður eins og Bubbi. Og þú veist, sagðirðu hvor var duglegri? Já, ég sagði það. Já, og sko, við vorum jafn dugleg bara þú veist á sikkurri sviði náttúrulega bara. Ég var bara svona baksviðis og ég náttúrulega reyndi mjög mikið á mig líka bara fyrir uppsetningu og bara setja upp Nemo. Og mér finnst það ekkert svar, mér finnst það vera bara frekar jöfn sko. Já, maður bæta við. Já, ég myndi segja að Magga var kannski duglegri í markaðsmálum en ég var duglegri í sviðsmynd og uppsetningu og mætingu.
Ég myndi segja það. Ég skildi þetta ekki áður, en ég skildi þetta. Hvað finnst ykkur að þið hefði getað gert betur? Já, í bara Nemo sjálfri. Mér fannst Möffluvikan vera smá underwhelming með hvernig hún var í fyrra. Mér fannst að við byrjum mjög seint, til dæmis með trailerinn og að redda bara öllu. Mér langar bara að byrja fyrr næsta Nemo-ferli. Og líka Nemo-vikan. Ég nefnilega frétti að Nemo-vikan var einu sinni bara eitt af svona besta vikan í skólanum. En núna snýst hún eiginlega bara sýninguna. Svo því ég myndi vilja setja fleiri viðburði frá mánudag til fimmtudags eða miðvikudags þegar þarna frumsýningin er. Svo, já, og líka undirnefndirnar, mér fannst mikið geta bætt upp þar. Til dæmis, mér fannst undirnefndirnar bara ekki vera með öllu teyminu sjálfri. Það var leikhópur, það var aðstoðarleikstjóra og það var nefndin og mér fannst undirnefndirnar vera svona aðeins fyrir utan svona hópinn. Svo ég vill örugglega bara svona annarkvort halda eitthvað eða bara svona gera eitthvað til þess að gera svona stærri hóp og svo fólk gerir meira til í að koma í undirnefndir því þau eru eiginlega ástæðan fyrir því að Nemo gengur upp, sko. Sama spurning. Var spurningin hvað hefði ég gert betur? Já, hvað hefði þið getað gert betur, já. Eða bara Nemo, af því að mér fannst Nemo hefði getað virt undirnefndirnar fyrr og leyft þeim að taka þátt bara strax. Eins og búninganefndin og bara í leikskrá. Þetta var svona smá klúður að við hefðum átt bara að leyfa öllum undirnefndunum að taka þátt bara leið og við vorum sjálf bara undir pressu, þá er ekki nóg að vera að virka allar undirnefndirnar þá, skiljum. En mér fannst við hefðum getað bara skipulagt betur uppsetningu og bara verið ákveðnari og bara, já, mér finnst við standa okkur samt bara mjög vel, sko. Ok, fínt. Bubbi, kannski grípa það sem þú sagðir varðandi bæði undirnefndirnar og vikuna. Hvernig ætlar að styrkja undirnefndirnar og hvað viltu gera til þess að nefndirnar geri vikunar betri? Sko, það er aðalega bara svona halda fundi stöðugt í gegnum árið, svona hafa þeim, svona keep them in the loop, með allan tíman og svona eiginlega bara svona halda eitthvað skemmtilegt fyrir þau. Eins og við gerðum það nefnilega í ár, mér fannst það svo fallegt eitthvað. Svo ég myndi vilja bara halda eitthvað svona day of fun þar sem eiginlega bara allir sem komast að Nemo getur verið saman. Og varstu líka að spyrja út í vikuna? Nei. Já. Sko, þú talar í stefnumálum innan stjórnar að þú ætlir að gera vikunar betri, eða? Já, gera vikunar betri, já, bara eins og Jón sagði áðan, mér fannst vikurnar á þessu skólaári vera stundum bara frekar lélegar ef ég er hreinskilinn og mér langar bara að ég meina það er ekkert betra eða það sem einkenni Vestló finnst mér líka vikurnar að koma inn í skólan, sjá bara eitthvað klikkað á marmaranum, sjá bara eitthvað artist að koma. Mér finnst það nefnilega að vera lykilhlutverk til að halda félagslífinu bara svona í eins háum standard og það eru núna og það er bara svona, já, eins og Nemo-vikan, seinni stjórnavikan, Möffluvikan var fín en skiljum mig, bara svona gera eitthvað fleiri skemmtilegri viðburði á bara passa að það verður ekki léleg vika. Fínt. Magga, þú segist að gera meira í kringum Nemo, hvaða hugmyndir ertu með og hvernig ætlar að framkvæma þær á sama tíma að þú ert að standa í því að græja sýningu og ball? Já, bara á meðan Nemo er í gangi, það er svo fullt sem er hægt að bæta við. Þetta er náttúrulega mjög stórt verkefni, er bara að setja upp sýninguna. Og ég var að hugsa að efla stemninguna bara fyrir nemendur sem er að mæta á Nemo, bara, ég var að hugsa kannski bara eitthvað skemmtilega leik, skilurðu, bara það er alveg hægt að brainstorma, skilurðu, og gera þetta stærri, bara líka sérstaklega í Möffluvikunni. Í byrjun vikunar og getur við bara verið með, bara eitthvað pakka, skilurðu, fyrir alla, bara, og þetta er bara svona, ég var bara að hugsa þannig að gera þetta stærra og bara, mér langar að virka þetta enn meira bara í kringum þetta tímabót sem, í febrúar bara, já. Kannski á ykkur bæði bara, hvað finnst þér að núverandi formaður hefði mátt gera betur? Og hvernig ætlið þið að gera það betur? Ég get svarað því. Hann var stundum, stundum bara tók hann alltaf mikið á sig. Hann var bara stundum of duglegur. Hann tók alltaf mikið á sig. Hann var ekki nógu góður í verkefnaskipum. Sem er alveg flott hjá honum, hann er mjög duglegur að Maggi, en svona stundum var maður bara standandi að hann var ekki með verkefni þegar maður hefði getað verið með. Svo ég myndi allavega, ef ég verið formaður, þá myndi ég allavega gefa öllum verkefni
og bara svona passa að allir séu alltaf að gera eitthvað sérstaklega þegar það skiptir máli. Já, ég er ókslega sammála þessu. Hann tók mjög mikið að sér. Eitt sem ég tók eftir líka, hann var svolítið mikið að gefa stuttan fyrirvara og það var ókslega erfitt bara að við náðum ekki að skipuleggja tíman okkar sem við vorum með, bara að setja þetta upp og við hefðum ekki getað gert þetta á allt og stuttum fyrirvara, bara eins og við vorum að skrifa ykkur bréf fyrir leikhóp bara 2 klukkutímum fyrir lóksýningu. Þetta var bara allt stuttum fyrirvari. Svo fannst mér hann var ógeðslega duglegur Maggi og mér finnst hann standa við allt sitt sko. En mér fannst hann alveg geta passað upp á að hann var ekki með alltaf mikið álag á sér og þetta myndi ekki vera of mikið þannig að þetta væri svo mikið pressa á krakka í ferlinu bara. Við vorum öll upp í skóla og það væri bara ógeðslega næs að geta gert þetta líka bara skemmtilegra og hafa góða móral með því að vita við getum gert þetta núna og gert þetta morgun og klára þetta sem heild og þá bara, já, þá ganga allir bara út í skólanum á saman tíma með bros á vör sko. Glæsilegt, ég var að fá okkur SMS hérna í tölvunans dags þannig að þið bara heyriði mér á eftir að þið viljið vita hver var að senda á hann. Heyrðu, hvað söfnuðu þið miklu í styrk? Fyrir framboði í gegnum Nemo? Nei, fyrir Nemo. Fyrir Nemo. Sko, ég safnaði aðeins einum styrk sem af því að ég byrjaði nefnilega svo seint, ég var nefnilega ég var líka bara nýkominn inn í þetta nefndardæmi, ég vissi ekki mikið en þú veist, ég get líka sagt að Maggi safnaði einum styrk þegar fyrsta Nemo ára hans en núna skil ég þetta svona miklu betur og ég treysti alveg að við munum safna nógu styrkum á næsta ári. Ég var kannski ekki aðeins alveg nógu duglegri því. Sko Nemo safnaði 1,9 og ég náði að safna 500.000 og það voru mjög mörg fyrirtæki sem ég var líka bara að tala við í gegnum ferlið, sum hættu við, sum bara vildi fá minni auglýsingu og ég eiginlega bara hætti aldrei að safna pening í gegnum ferlið sko. En þetta var bara, já. Glæsilegt, hvað eydduð þið miklu í framboðið og hvað fenguð þið mikið í styrk? Ég fekk 35.000 krónur í held í styrk sem fór í boli og varninga og svo eyddi ég eitthvað, hvað var það, 15.000 fyrir Eurodressi sem ég var með á básnum mínum. Og allar vörurnar sem ég fekk voru í gegnum styrk. Ég safnaði 70.000 kall í pening, bara í gegnum auglýsingar. Svo fekk ég fullt af einhverju nammi frá fyrirtækjum og svo var ég bara svolítið að baka og ég bara kom með köku í dag og pönnukökur og já, ég eyddi öllu peningnum sem ég safnaði. Eins og maður á að gera. Heyrðu, eru þið með spurningu sem þið viljið spyrja hvort annað? Já. Þarna, hvaða reynslu í nefnferlinu sem þú varst að fá allan tíman finnst þér að þú geta nýtt mest í formannajobbið, þú veist? Ég veit þú sagði sviðsmynd en þetta er svolítið mjög mikið meira en það. Sko það til að vera formaður Nemo finnst mér allavega ef ég þekki Magga rétt og hvað hann hefur sagt, þá snýst þetta einmitt að bara vera alltaf á fullu sem ég myndi segja að ég gerði mest af öllum í nefndinni á sérstöku tímabili sko. En þú veist, fyrir utan það tengist markaðsmál, skil alveg að það er stórt þarna svona spurningamerki en svo eins og þess að áðan Maggi var líka svipaður en þú veist, það fer bara eftir reynslu, maður lærir að senda pósta, maður lærir að tala við fyrirtæki og einmitt eins og ég sagði í útvarpinu að væri í draumanefndinu minni væri markaðsstjóri og ég formaður, skilur mig? Já. Er þetta svona slæmt eða? Ég finnst það að vera aðeins að ég geði hérna. Ertu með spurningu á móti? Já, sorry. Já, þú. Spurningu á móti. Fannst þér þú gera nóg mikið í Já,
ég gerði helling, sko. Ég veit ekki af hverju það er að koma á framfæri núna, ég ger ekki neitt. Ég hjálpaði þér ógeðslega mikið með stúkuna og að setja upp drapningar og setja niður dúkana. Nei, ég var ekki að segja það, Og niðurtækt. Þetta fer svo mikið eftir formanninum að upplýsa og mér langar ekki að þetta verður á formanninum að setja upp sýninguna. Þetta er náttúrulega heild og við erum með sviðsmynda undirnefnd. Þannig, en ég hjálpaði helling, sko, og ég skil alveg það sem maður þarf að gera til að setja upp salinn og mér finnst ég þurfa að skipuleggja það mjög vel, þetta er alveg sérstök röð, sko, sem að vera að gera þetta, þannig að þetta fer ekki í eitthvað steypu og já, mér fannst ég gera nóg, sko. Ég held að þá sé bara eins og þau voru reyndar byrjuð að gera, bara komið tími til að gefa ykkur gott klapp. Það er einmitt það. Heyrðu, ritstjóri Viljans, ef að fara í það næst. Getur ekki passað að það séu Hrafnkell og Davíð, eða er ég að misskilja þetta eitthvað? Engin mótmæli. Það er einhver smá böggur hérna í handritinu hjá mér. Hver er með stuðningsmannræðu fyrir Hrafnkell? Já, komdu þá. Já, klappið fyrir honum líka. Góðir gestir, dögur mínar og herrar, tíminn er á þrótt. En ekki það. Þú sjáum til, Hrafnkell tími er ekki hinn dæmigerði maður. Hann stundar ekki dæmigerð vinnubrögð og hann fylgir ekki gjörðum. Hann býr til sína eigin vegferð, sína eigin leið og hendur ótrúið áfram í gegnum súrt og sætt, sama hversu mikið vindur blæðir á móti. Hvað kemur til að hann sé svona segur og lausnum? Ég hef þekkt Hrafnkell í tæp 4 ár, eða alveg sem í unglinga mínir sumarinn eftir hætti. Þá dáðist ég alltaf að hans vinnubrögðum og dugnaði, en einnig að hans persónu. Það var svo fólk laðaðist að honum undir áhrifum einhvers ólýsanlegs krafts og sama hvert hann fór, fylgdi lífinu. Þó var ekki allt dans á rósum. Hvert sem hann fór, fékk hann að heyra þessa setningu. Fokk, hvað lítill maður! Þetta særði Hrafnkell. Þetta særði Hrafnkell rosalega og var hann skiljanlega lítill í sig. En lofaði samt sjálfum sér að þegar hann stækkaði þá myndi hann hefna sig fyrir þessu ummæli og 4 árum síðar hefur hefnd hans svo sannarlega tekist. Hann hefur stækkað, ekki hæð, heldur hjarta. Hann hefur lært að þegar hann fólkir grínamanni þá er það í raun bara óánægt með sjálft sig. Hann hefur tekið til sín setningar á borð við kill him with kindness og big things come with small packages. Og hann hefur verið hluti af bígerð hins virtasta skólablaðs landsins heilt ásamfleitt þar sem hann hefur notfært sína guðgefni persónutöfra til að töfra fram til að mynda 2 frábæri viðtöl við blaðsokka á Guðskus og styrki frá hinum ýmsu fyrirtækjum. Einnig er hann listrænn af Guðsnáð og með auga fyrir smáatriðum. Og á núna sjens á að vera formaður fyrrnefnds blaðs í stjórn virtasta nemendafélagi landsins. Það er hefnd í mínum. Þeir sem þekkja hann vita að þegar hann vill eitthvað þá lætur hann að gerast. Sama hversu margar fyrirstöður verða á veginn. Where there's a will, there's a way. Það sem er vilji er vegur og þegar kemur að viljanum þá er Hrafnkell tími með svarið. Með veginn sem getur best leitt viljan og stjórn NFAFÍ í gegnum komandi skóla. Og því segjum við ykkur, gott fólk. Tíminn er á þrótum. Tíminn er fortíðin, tíminn er nútíðin, en tíminn er framtíðin. Setja ekki svona tíma í reistöðum.
Ég var mjög ánægð með þessa, Margur Knár þótt hann sé smár og allt það. Herðu, Þorbergur Hólm Bjarnason fyrir Davíð. Kæru samnefnendur, þegar ég hitti Davíð fyrst hefði ég alveg eins getað verið pappis. Hann var svo krúttlegur og lítill að mér langaði bara að borða. Eistuna svo ekki svona byrjað að stækka. En það var ekki við í dag. Í dag er hann stór strákur að taka stór skref og með stór eistu. Hann býði sig fram í formann Viljans. Viljan er frábær nefnd, en ef við hugsaum okkur í dagblaðstund erum við ekki lengi að gera okkur grein fyrir því að Viljinn hefur möguleikann á því að verða miklu mikilvægari og virtari nefnd en hún er í dag. Eins og stendur Viljinn ekki því sviðsljósið sem hún er ætlað. Ætlum við að sætta okkur við það? Nei! Ég get að það var sagt ykkur það að það er einhver sem ætlar að bjarga Viljannum frá því að verða lítilsvirtur í miðstjórnarnefnd og endurbæta nefndina og gera hana hátt settri stjórnarnefnd er það Davíð. Davíð er ekki nýr á námi. Hann hefur setið í nefndinni setið 2 ár, áður frá hann á busi. Hann hefur fylgst með ferlinu, lært hvað virkar og hvað klikkar. Hann kann að safna styrkjum og veit hvað þarf til að gefa út góð blöð. Hver ætlar að formaður? Það er ekki aðalatrið. Þetta er það sem skiptir öllu máli hver getur verið formaður. Og það þarf ekki að spyrja neitt að því tvisvar því það er aðeins einn sem kemur til greina og það er Davíð Frank. Margur Knár þótt hann sé smár, en ef hann verður ekki formaður næsta ár þá mun ég fella tár. Ég ætla ekki að hafa það neitt lengra og hefa ég aðeins nokkuð lokaorð. Við höfum ekki tíma í neitt kjaftaði. We stand on business og ekki flækja hlutina, settu X við Davíð formann, takk kærlega fyrir mig. Já, þetta tók aldeilis ánægilega beygju hérna í þessum síðustu ræðum. Velkomnir, báðir tveir. Ef ekki bara byrja á nokkrum á ykkur báða. Hvað gerðir þú mest, er það sem stendur hérna á handritinu hjá mér? Ætlaði þessi ekki hverju synduði mest í nefndastörfunum? Á ég að byrja? Já, það er ekki mjög mikil fjölbreytni sem þarf að taka það sér í Viljum. Það eru styrkir og það er blaðið sem er aðal og það er vikan líka. En ég synti blaðinu mjög vel, safnaði hellinga styrkjum og gerði hellingablaðsinn. Það er aðalframlagið mitt, sko. Já, sko, aðalframlagið mitt í nefndinni voru svona helstu styrkir, vill ég minna. Og já, svo vill ég svona bitna í gamla tilvitnun blaðsíður sem hann talar það sem ég segi að lítið af gulli er betri en mikið af silfri. En hvað finnst ykkur að núverandi formaður hefði getað gert betur? Ég ætla bara að byrja að hrósa Nælu. Hún var frábær formaður og mjög dugleg í öllu. En svona aðalega sem hún hefði getað gert betur, það er að skipta niður í hlutverk. Hún tók þetta svolítið allt að sjálfa sér og var dugleg í því, en mér finnst það að þurfa að skipta niður í markaðsstjóra, það þarf að skipta niður í þessi sem séum þetta og þessi sem séum hitt. Markaðsstjóra, einhvers sem séum skemmtunefndarinnar og séum að við hittumst og svo er það líka það að það er alltaf svolítið þannig að þegar ég kíkja á gömul blöð og þegar ég kíkja líka á blöðin í dag þá er alltaf villur í blöðum. Það eru stafsendingavillur og það er einhver endurtekinn texti og mér fannst kannski þurfa að hafa átt að fara betur yfir allt blaðið og lesa allt áður en það fór í prentun, áður en það fer í vitlausa íslensku og einhver endurtekinn texti, sko. Ég bara tek algjörlega undir hérna. Næma bara stóð sig eins og hetja. Hún er búin að vera geðveik og hún tók rosalega mikið á sig og hún var, já ég held að sé öruggt að segja að hún var duglegasta manneskjan í nefndinni. En ég væri til í aðeins meira svona skipulag það kemur af fundum sérstaklega. Mér fannst eins og mætingin var ekki alveg nógu góð á flesta fundi
og þegar menn voru mættir þá fór tíminn bara ekki alveg í svona réttu störfin, mér fannst mikið bara verið að leika sér eða svo fórum við bara í kringluna að fá okkur að éta bara eftir hálftíma af fundinum eða eitthvað. Þannig ég vill fá aðeins meira, ég vill helst fá fasta tíma, sérstaklega yfir sumarið þegar við erum að vinna á voninni. Bara fá vaktaplan frá öllum og finna tíma sem hendar og ég bara losa okkur við fashionably late bullshit, sko. Ég tek undir. Ok, fínt. Hvað fannst ykkur að þið hefðu gert betur en hinn? Sko, Davíð kallar á þetta gullmála en ég myndi bara segja það, ég meina ég er búinn að gera alveg helling og það eru mikið fleiri blaðsíður sem að ég hef gert í blöðinu. Styrkurinn var það bil þá sami, pluss mínus 10 skall kannski. En annars var það bara svoleiðis, sko. Annars var Davíð helviti duglegur, ég skal gefa hann það, sko. Jú, já, pluss mínus 10. Ég vill meina, ég held að, ég er ekki með tölu hérna, sko, en já. Ég fór yfir þetta. Ég rennum yfir þetta eftir. En já, ég vill meina að ég var kannski aðeins duglegur að senda. Sérstaklega kom að seinasta blaðinu. Þá hefði ég viljað að fá aðeins meiri virkni hjá hinum. Öllum, meiri sem mér, en já. Það er kannski bara styrkir, jú. Ok, ætlið þið að sækjast eftir að vera í nefndinni ef þið tapið og ef þið vinnið mynduð þið taka hinn inn? Já, algjörlega. Davíð var hörkuduglegur og hann er mjög góður í þessari nefnd og já, hann á alltaf pláss í viljanum. Síðan er það líka bara það að sækjast eftir að þið tapið, jú, þetta er það sem ég er brennandi áhuga, þetta er það sem ég hef gaman að. Já, ég bara vissi ekki ástæðu okkur ætla ekki aftur í nefndina, sko. Það er held ég nú bara slegið mál. En myndirðu... Já. Vissu hvað? Nei, ég er að grínast. Já, ég myndi taka tíminn, sko. Glæsilegt. Já, þó hann sé smáur, þá er hann klár. Herðu, Davíð, þú nefnir í bæklingnum þínum að þú viljir endurvekja áhuga á böllum hjá nemendum. Hvernig ætlar að gera það og hvernig hefur þú viljað sjá stjórnina núna gera betur? Sko, já, þetta er svona, þetta er svona stjórnin hérna. Ég er bara að fá aðeins sterkari markaðssetningu, sko. Ég vil fá, mér veist, af TikTok-akkantinn hérna, er eitthvað margir að fylgjast með honum hjá NFFI, já. Nei, maður væri kannski til í að fá aðeins meiri virkni og promotion, er ekki allir sammála með það? Jó. Þannig já, kannski fá smá stemming í viðbót, eða það ekki? Jó. Þú nefnir líka í ræðunni þinni að viljinn sé miðstjórnarnefnd og nefnir það líka í bæklingnum þínum og talar að það hafi myndast neikvæður andi í kringum viljan. Upplifirðu nefndina þannig og af hverju? Já, sko, ef menn hefur hlustað alla ræðina þá hef ég sagt að ég var orðinn alveg helvíti þreyttur að ég heyra að viljinn sé miðstjórnarnefnd. Jú, þetta er náttúrulega eitthvað sem allir hérna hafa heyrt og séð á samfélagsmiðlum hjá ýmsum virtum miðstjórnarnefndum. En já, ég vill gefa fólk ástæðu að hætta að segja að viljinn sé miðstjórnarnefnd. Með því bara að gera þetta stærra, betra, flottara og bara allt. Og já, andinn líka, þetta er smá svona sikkvort. Mér fannst bara á tímapunkti var samskipti nefnd á milli viljans og það er að nefnd að vera orðið ekkert eitthvað geðveikt, sko, ég vil þetta ekki nefna neina nefndir eða neitt. Þær vita. Tímið, þú nefnir í ávarpinu þínu að þú viljir sjá til þess að það þurfi ekki að halda aftur á sér þegar kemur að hugmyndum. Hvernig ætlar að framkvæma þetta og fannst þú upplifa það? Já. Nei, mér fannst ég ekki upplifa það, en þegar ég tala um það þá er ég að tala um fullfjármagna blað. Það þarf pening, það þarf styrki upp á blaðið og ég vil ekki að neinar hugmyndir fara eitthvað í rusli, frekar bara að drita inn einhverju flottu í, menn að þetta ef eitthvað lélegt þá fara það ekki í blaðið. En á sama tíma þá er það bara það að halda ekki aftur á því af því að nú erum við komið ómikið að blaðsíðum út af einhverju styrkjum sem að við höfum ekki eða eitthvað. Bara að hafa styrkina og geta farið 100% í blaði.
Ok, þú nefnir líka viljinn eigi að líta út eins og hann eigi heima í Versló. Hefur það ekki verið þannig hingað til? Jú, en Versló er með standard og mér finnst að viljinn eigi að hafa hærri standard. Alltaf bara upp og áfram og viljinn getur svo sannarlega orðið betri, flottari og sterkari. Glæsilegt. Ef við kannski fara bara í djúsin, eru þið með spurningu á hvern annan? Ég er með eina þú notaði alltaf mikið af lýsingarorðum núna, betri, flottari, sterkari. Hvernig betri, flottari, sterkari, bara svona? Það er það með þessi mistök, sko. Það er þessi endurtekning, það er þessi vitlausa íslenska, þú veist, ekki stóri stafir það sem þeir eiga að vera. Síðan er það bara hvernig það fer í prent, hvernig, þú veist, að þegar maður er að gefa blöð þá þarf að fara rétt í það hvaða lita coordination þú ert að nota í forritinu með hvernig þú exportar það í prentið. Litinni þurfa að líta vel út líka og ég held að viti ekki alveg allir hvernig á að exporta rétt fyrir prent. En ég er ekki að segja að Davíð veit ekki, ég veit ekkert það sko. En spurningu fyrir Davíð, þú talar mjög mikið um markaðsmál en af hverju ekki þá bara markaðsstjóri Williams? Ég ætla bara að svara þér líka, okkur ekki markaðsstjóri Williams. Ég tek nú bara alveg undir. Ég var sko með að smá svona vant upp á aðeins en að ég var nefnilega að frétta áðan víst að ég hafi fengið það starf að vera fjármálastjórinn í ár. Áðan. Og það er líka kannski ekkert sem að ég vill hafa á CV-inu mínu í ár. En já, við skulum kannski skipta störfum betur á milli. Ég vil sérstaklega líka því ég tek inn í nefndina. Það ætla að hafa í huga einhvern sem er góður að gera blöð, einhvern sem er góður að safna styrkjum og einhvern sem kann að edita og allt þetta sko. Þannig við séum ekki bara að raða fólki sem að eru öll bara frekar svipuð. Já. Er þetta ekki bara glæsilegt hjá þér? Æ. Heyrðu, þá förum við í síðasta tvöfaldaframbóðið, ef mér reiknast rétt til. Það er frambóð til féhirðis. Það eru Eiríkur Ísak Magnússon og Kristín Birta Jónsdóttir. Nú ætla ég aðeins að gá hvað þið eru búin að vera að fylgjast vel með. Nú eru þau sest og við ætlum að byrja á... Það voru tveir sem sögðu stuðningsmannaræði, en það var rétt. Og fyrir Eirík þá er það Tómas Möller. Kæru Vestríkar, þegar ég hugsa mér drauma féhirði, hugsa ég mér aðeins klár, traustur, skipulagður, opinn og grunur. Féhirði er gífurlega ábyrgðarmikil staða í neymdafélagi okkar og þess vegna er lykilatriði að vanda valið þegar kemur að því að kjósa þetta mikilvæga embætti. Þess vegna stend ég hér í dag til þess að sannfæra ykkur, kæru Vestríkar, að kjósa ykkur. Ég hef þekkt Eika nánast alla mína ævi. Frá því ég kynntist honum hefur hann alltaf verið einn mesti toppmaður sem ég hef þekkt. Eiki er alltaf með hlutina á hreinu. Ég meina, ég gæti ekki nefnt eina manneskju þinni sem líka illa vel. Eiki tekur í öll bóks þegar kemur þessu mikilvæga verkefni. Hann er ábyrgðarfullur, metnaðarfullur, klár, en umfram allt er hann einn besta manneskja sem ég þekki. Eiki er gífurlega skipulagður, útsjónarsamur og það sem skiptir nú mestu máli góður með pening. Treysti mér þegar ég segi ykkur að Eiki mun gera allt í sínu valdi til þess að gera næsta skóla eins rugglað og hægt er. Ég meina, ef þið viljið borga meira á viðburði, þurfa að kynnast smálánum eða þurfa að taka aukavaktir helgar, gjöru svo vel. En ef þið viljið sleppa við það, skulið setja extra Eika í fyrir. Ekki sjá allir atkvæðningar, kjósið rétt, kjósið Eika. Einmitt, já, þá er það fyrir Birtu Guðrún Inga Jónsdóttir.
sögu. Ég var 6 ára, veistu, það rúlaði inn og þá hitti hana Birti fyrst. Hún var smáttis og hún tók mig bara að brúsa sig. Hún sagði að ég mætti bara eiga Birti, má hún vera minn og þetta var þegar við kynntumst fyrst. En kæru veislingar, ég skal segja ykkur það, ef ég myndi ráða þá myndi ég það öllum klukkutímum í deginum með henni. Hún er ekki bara einhver fókbörstur börn sem undar sig í bókraldi fylgdumannum, heldur er hún líka slík. Birta er björt og lýsir hvern einasta herbergi. Birta er alltaf með þessa áru sem mun bara aukast ef þið kemur sér rétt. Birta, ég ætla að leyfa mér að segja þetta hér og nú. Birta er mín eina sanna trú. Ef það er lækur milli verslinga velgengni myndir þú byggja brú. Ef það vantaði mjólk myndir þú fá mjólk kú. Því Birta, svona ert þú. Og kæru verslingar, ætla ég enda þetta með góðu lagi. Og firðir haldur í fjármálin okkar og ekki sleppa og syngja okkur öllum það er að spenda Expedition. Það er búið að vera geðveikt að upplifa skalan í þessum ræðum í kvöld. Þetta er allt frá einhverjum svona bundnu ljóðmáli og söngum komin hlý og fyllir herbergið og svo eitthvað félagið minnum með stór eistu, sko. Þetta er geðveikt, svona átt að vera. Jæja, velkomin bæði tvö í heita sætið. Byrjum bara strax. Hvaða eiginleika hefur þú fram yfir mótframbjóðandagi? Já, hvaða eiginleika hef ég fram yfir Birtu? Ég er náttúrulega þekki mjög vel störf fyrir. Ég kynnti mér þetta alveg ágætlega áður en að fór í framboðið. En þeir sem að kannski hlusta á útvarpið, það kannski kom það ekki alveg út í rétti ljósi. En ég er allavega búinn að gera meiri svona rannsóknarvinnu núna. En ég held bara, ég líka, sko, ég er náttúrulega með Óðinn og Trausta í bekk. Þeir eru búin að vera í nefndum síðan á fyrsta ári og ég er búin að þurfa að heyra svo bara síðan á fyrsta ári, bara þá verið eitthvað röfla yfir þessum nefndum og þannig ég þekki alveg svona ágætlega hvernig stjórnarnefndir virka og ég tel það alveg vera mjög mikilvægt fyrir vegna þess að það er náttúrulega bara hann gefur þeim peningana og eitthvað svoleiðis. Svo líka, ég gerir mig fulla grein fyrir því að ég er að fara í starf sem ég hef enga svona experience en ég er svo tilbúinn að bara læra þetta og það er bara ég og forsetinn sem féhirðir og forseti sem að fara inn í stjórn með enga experience. Já, basically það. Já, hvaða eiginleika hef ég yfir hann? Sko, já, við fórum yfir þetta í útvarpinu og einmitt var ég svolítið að segja að ég væri meira kannski on it og hann einmitt ræðir að hann sé með Trausta og Óðinn í bekk. Ég er náttúrulega með Högna og Sessil í bekk sem eru í nákvæmlega sömu nefndum. Þannig, já, góð punktir bara. En líka... Ekki segja hann á fyrst, það verður sann. Já, en já, einmitt, eins og ég sagði bara, ég er rosalega skipulögð, mótiverið, bara, já, dálítið þannig. Glæsileg. Talandi experience, næsta spurning er, hefur einhverja reynslu tengda starfur? Já, eins og ég sagði, þá ger ég mig fulla grein fyrir því að ég er að fara í starf sem ég hef enga reynslu í. En ég er ógeðslega til í að læra og ég er búinn að vera aðeins að reyna að ná einhver út úr eyrunni, eitthvað reyna að spjalla við hann, en það er svolítið svona, ég veit ekki alveg hvaða spurningar ég á að spyrja. Það er eiginlega svolítið málið, en ég er ógeðslega reddi í að hlusta á allt sem þið viljið segja mér og allt sem þið viljið kenna mér. Sko, já, ég er ekki með einhverja svona bókstaflega reynslu, en þeir sem eru með mér í bekk vita að ég er svolítið búin að vera féhirði bekkjarins núna upp á síðkasti. Sé svolítið bara eiginlega öll fjármál þegar kemur einmitt að príum fyrir böll og svona. Þá er ég sem er að græja allan pening, fæ allir auðra og borga allt. Já, það er svolítið reynsla mín einhvern veginn. Ert þú the plug fyrir bekk? Já, ég græja þetta. Hvað finnst ykkur svona, já, skemmtilegast eða lítið út fyrir að vera skemmtilegast við þetta gig? Klárlega að vera í stjórn er örugglega skemmtilegast að við þetta og líka að fá að
sjá hvernig alla nefndin að ganga, þú farið alltaf þessi símtöl bara, já Eiki, hann að borga mér styrk frá þessu fyrirtæki og maður bara svona, já geggja, maður eitthvað blá blá blá. Bara vera svona geggja onnit í öllum stjórnarnefndum sem eru þarna úti. Mér er alltaf langað ótrúlega mikið að fara í stjórnarnefnd, en einhvern veginn er bara Féherðir, hann er bara einhvern veginn partur af öllum stjórnarnefndunum. Þannig þess vegna eiginlega ákveði ég þetta líka. Og spurningi var, hvað finnst þér skemmtilegast? Já, hvað heldur þú að væri skemmtilegast? Já, og svo náttúrulega er alveg gaman að sjá þau svona stóra tölur og mikinn pening og eitthvað. Já, ég myndi segja skemmtilegast væri örugglega bara 100% samskiptin, bara að fara að kynnast fullt af nýju fólki, einmitt í gegnum stjórnarnefndirnar og allt það, og síðan einmitt kemur stjórnin inn í þetta líka, halda busaballið, halda stjórnavikuna sem er náttúrulega fyrsta vikan á árinu, já, bara einmitt samskiptin og bara kynnast fullt af nýju fólki. Ætlið að gera eitthvað annað samhliða þessu ef þið náðu kjöri? Fara í leikhóp eða bekkjarráð eða morfís eða? Sko, það er ekki planið, en kannski breytist planið, ég bara veit það ekki. Já, það er þannig, mér langar mjög mikið að fara í bekkjarráð, en við þurfum bara að sjá til hvernig svona gengur og svona. Athygli mín hefur verið vagnað því að í kosningaútvarpinu gátu þið hvort sagt hvað eindagi er. Ætlið að afla ykkur upplýsingum um fjármál eftir kjör og þá hvernig? Ég get alveg sagt ykkur svona, segið mér hvað eindagi er núna. Það er seinasti dagur sem við getum borgað án dráttarvaxta, allavega svo. Já, ég held við höfum bæði farið heim og einmitt bara aðeins frætt okkur allt svona. Já, maður fór ekki beint í góðu skapi heim úr þessu útvarpi, en veist. Heyrðu, Kristín Birta, þú nefnir í myndbandinu þínu að þú viljir hafa félagslíf sumarsins í hámarki. Hvernig gerir maður það? Mér langar bara að halda fleiri viðburði eins og einmitt bara BK og síðan er útilegan og allt það. Bara halda félagslífinu svolítið uppi þannig að einmitt þeir sem eru að fara annað og þriðja ár geta tengst betur og orðið miklu betri vinir. Þetta er svona fullkomið tækifæri fyrir það. Eiríkur, þú nefnir í bæklinginu þínum að þú viljir lækka kostnað á böll og viðburði. Já. Hvernig? Það er náttúrulega góð spurning. Ég persónulega hef aldrei haldið ball á þér, en planið er að hækka verð á miðum utanskóla miðum, en ef það er náttúrulega ekki, ef að stjórnin er ósammála því að selja fleiri utanskóla eða hafa hærra verð, þá náttúrulega ætla ég bara að skoða hvernig maður gerir þetta og sjá hvar maður getur cut some corners og hvort við séum að eyða of miklu í of stóra artista eða hvort við séum að eyða of miklu í of litla artista, ég veit ekki alveg. Já, ég þarf bara eiginlega að fara yfir þetta, skoða þetta og svo þarf ég eiginlega að sjá bara hvernig það virkar allt, eins og ég segi, engin reynsla, tilbúin að læra. Já, bara kíkja í gögnin, það er bara þannig. Hvað eittuðu miklu í frambúðið ykkar og hvað söfnuðu miklu styrkjum? Ég seldi svolítið stóra auglýsingu í bæklingi minn frá Húsasmiðjunni. Það er bara heil blaðsíða af Húsasmiðjan og þeir sögðust bara að dekka allan kostnaðinn í bólum og í bæklingunum sem er alveg 70 skall og síðan keypti ég pizza á 20 skall. Síðan fór ég í Costco og ég keypti ost og svona babybellost og hafraklata. Þeir slógu svoleiðis í gegn og þetta var svona 30 skall cirka. Já, ég sé að allar vörur og allt sem ég var með við básinn fekk ég í bara styrk. Reynda fyrir utan einhverja smá skreytingar sem að fór held 20 skall í það og síðan var það bæklingurinn og bólitnið þannig að það var 25 skall í heildina held ég. Og er þetta allt komið á eindaga hjá ykkur eða hvernig? Já, eitthvað svona þess. Herru, hvað fenguð þið í bókfærslu og hvað kennar voruð með? Já, í bókfærslu áfanganum seinasta sem ég fór í, það var ekki 8 og hún Elisabeth, hún kendi mér, elsku besta Elisabeth. Vá. Já, hún allavega hún kendi mér að hafa bara gaman að þessu. Mér fannst þetta fyrst ekkert geggja, en síðan einhvern veginn, Elisabeth opnaði bara einhverja nýja dyr fyrir mér. Hún var svo mikið metnað fyrir þessu og þannig ég einhvern veginn bara svona fell in love. Heyrðu, já, Óli kendi mér og ég var með 9 í bókfærslu. En ég var samt með 10 í lokaprófinu. Ok.
svo komið ein mjög skemmtilega aðsend. Hvaða fé ætlar að hirða og hvernig? Féð hjá nemendafélaginu. Bara í gegnum Excel. Já, náttúrulega bara, það fáum eitthvað frá foreldrafélaginu og síðan gefum þetta í styrkjum og... Það gæti þetta að við tekið einhverja algjöra bullspurningu og reynt að setja hana fram málefnulega, en bara glæsilegt. Er eitthvað spurningu á hvort annað? Birta? Já. Hérna, ég á svolítið erfitt með að finna einhverja góða spurningu fyrir þig. Þú ert náttúrulega alveg mjög klár á eitthvað og síðan náttúrulega er ekki hægt að lesa bæklingi inn á Facebook. Já, ég frétta því áðan. Þannig, sko, hvað er það? Þú veist það sem þetta er náttúrulega nákvæmið starf og allt að vera upp á 10. Af hverju get ég ekki lesið stefnumálin á internetinu? Herru, það mjög góð spurning. Kom til mér áðan og sagði mér frá því að bæklingum minn væri ekki virkur og það held ég að því að subscriptionum mitt cancelaðist. Þannig að ég mátti ekki vera með svona mikið af blaðsíðum, en þetta allt í vinnslu. Ok. Já, spurning. Bara hver er þinn svona helsti ókostur sem geti svona hindrað þig í starfinu? Sko, örugglega minn helsti ókostur er ég með svona væga lesblindu. Þannig þú gætir ruglast á tölum. Þetta er lesblinda en ekki talnablinda sem er alveg mjög mikilvægir munur þar á milli. En ég þarf bara að lesa hlutina mjög vandlega. Þetta hefur ekki stoppað mig eitthvað mikið hingað til. Ég meina, ég er hérna í Vestló, mér gengur bara helviti vel. Og þú veist, lesblinda, þetta er náttúrulega bara, þetta er bara hraðarhindrun í lífinu mínu. En já, og það er eiginlega ekkert meira sem ég get sagt við þig, Birta mín. En ég er með smá lesblindi, ég skal segja ykkur það. Já, heyrðu, bara gefðu þeim gott klapp og þakka ykkur kærlega fyrir. Heyriði, þá erum við að fara í síðasta framboðið, er það ekki örugglega rétt hjá mér? Og það er framboð til formanns Skemmtó og það eru Tindur Sigurðarson, Ísold Embla Ögn Hrannarsdóttir og Kári Hlíðberg. Þið fáið ykkur sæti og ég ætla á meðan að kynna upp stuðningsmann Tind sem er Valur Valtísson. Sætu verslingar. Ég ætla ekki aðeins að segja ykkur að kjósa Tind Sigurðsson í komandi kosningum formann Skemmtó. Heldur ætla ég að sannfæra ykkur að gera það. Við ætlum aðeins að byrja á að ímynda okkur heim þar sem að vekjarklukkan hringir og þér var strax útfyllt og bara búmm, fylgjum í dag. Heim þar sem strætó kemur alltaf á réttum tíma, heim þar sem síminn ykkar deyr aldrei og þið fáðu bara 10 undir prófum. Ímynda ykkur heim þar sem þetta Svensson Lollipops og náttúrulega bara vinnur með ykkur. Heim þar sem þið getur fengið ykkur að borða hvað sem er, hvenær sem er, án þess að veskja ykkur gráti í kjölfari. Ímynda ykkur heim þar sem að busaukinn er svo góð að Anna og þriðjáseimar vilja líka taka þátt í veislunni og skrýðið marmaran eða Addavala Possi á snappi. Ímynda ykkur heim þar sem stórbrottasta væl allra tíma er haldið í hörpunni. Heim þar sem verðbólgan er undir 2,5% og húsnæðismarkaðurinn er í toppstandi. Heim þar sem öll lönd og allar manneskjur lifa í sátt og samlyndi. Og já, heim þar sem hungursneyð er ekki til. En hér er málið. Svona heimur byrjar ekki bara einhvers staðar á þurru. Það byrjar hér með ykkur. Og það er nákvæmlega sem Tindur vill gera. Tindur yfir reynsluna, drifkraftinn, ánægjuna og mikilvægast af öllu, the sexiness. Þannig að næst þegar ímyndið ykkur þennan fullkomna heim, ekki hugsa hann sem eitthvað óraunhæft. Þetta er ekki bara draumur. Þessi heimur getur orðið að veruleika.
ef þið kjósið Tind í form af skemmtun. Exit Tind. Þá fáum við Guðrúnu Lilju Dagbjartsdóttur fyrir Ísold. Einmitt það, og þá fáum við síðustu stuðningsmannaræðu kvöldsins fyrir Kára og það er Þór Pétursson. Kári Hlíðberg í formann skemmtun. Holy mother of balls. Topp 2 hugmyndir ever og hún er ekki nummer 2. Kári kom til skemmtun og auðvitaður eftir að vera kosin inn, ekki ástæðunum meira um það síðar. Eftir að komst inn í skemmtun hef ég bara aldrei séð glaða nefnd. Kári svona smita frá sér eitthvað orku sem læti bara hugsa, Kári, takk fyrir að vera til. Skemmtun kukkaði insane busavakningavídeó sem sló rækilega gegn, gerði líklega besta trainerinn in history of Vestló og reddaði hörpunni. Það veit allir inni en á meðan Kári var, það veit allir inni en á meðan var Kári listflöggutinu, byrjaði reyðumferðinni og að halda bæ. Jesus Christ! Bara var að tjöfla svona 8 boltum at the same goddamn time en stóð sér samt eins og hetja. Kári er kóngurinn undir pressu. En ég kynntist Kára þegar ég var bara lítill bussi. Maður sá strax hvað hann var metnaðarfullur og vildi álangt. Hann komst fljótt að sjónasviðið þegar hann lék herra myndatökumarinn í Nemo og þá fór fólk að sjá hvað Kári er í alveg mjög merkilegu maður. Ég hugsa að þetta sé fyndnasti og hugmyndaríkasti maður sem ég á ævi með að tala við en líka duglegasti og góðhjartaðasti. Hann er líka ótrúlega góður sölumæður. Sendi mér einhverja díselsvaka þegar ég var skítblankur og verði götóttir eftir viku. En þetta, kæra vestingar, er efni í góðan formann. Gæi sem hringi símtöl, selur manni hugmyndina og fær hugmyndina í gegn. Gæi sem samfærir manneskjuna með þessi góð hugmynd. Þannig dagurinn gleymdi því sem góðmaður í hörpunni sagði.
hann maður á sviðinu sem hættur á góðsögumæður og reddar hörpunni. Hann byrjar á K og endar á Ári. Óhægt að segja að Kári farin að þekkja ferli eins og handabækja á sér og hef ég svo mikla trú honum fyrir þessu mikilvæg starfi. Því Kári að fara að bera þetta fagmannstarf á bakinu og gjörsamlega að bera það allalega upp á toppinn. Ég alveg að biðja ykkur í salnum, gerið það. Kjósi Kára í formannskeppni! Þvílík leið til að enda þessa ræður, glæsilegt. Já, fáum okkur vatn áður en við byrjum, þetta gott. Stærðsauð. Ok, herri, ég ætla að byrja bara nokkrum almennum spurningum til ykkar allra og þið bara skiptið bróðulega á milli ykkar hver byrjar og svona. Hvert var þitt helsta framlag eða hlutverk innan Skemmtó? Já. Já, ég átti mjög mikinn part í að redda uppbytuninni fyrir vælið, uppbytunaratriðið sem var Birnir, Joey, Flóni og GTRN og ég veit að reddaði mjög góðan díl á því og fannst ekki öllum það sjúklega gaman. Og síðan hef ég líka bara verið að vinna mörg verk eins og allir í Skemmtó og ég held að sé bara út að formaðurinn treysti mér mjög mikið í öll verk Skemmtó, sko. Já, ég var fyrst og fremst samfélagsstjóri. Já, það var mjög gaman en Dagur er svolítið fastur á stafsetningunni. Ég stundum ekki mjög góð í henni sem það tók það stundum af mér. Síðan, já, erum við í Skemmtó mjög oft bara að gera svolítið verkin saman. Við erum mjög mikið svona vinna sem við gerum bara svo hitt og þetta. Ég reddaði ógeðslega miklum vinningum fyrir vælið á öðru ári og á fyrsta ári var ég að finna, já, er þetta bara annar ár. Fyrsta ári að finna dómara líka. Já, síðan er þetta bara hugmyndavinna og gaman og já, mikið þannig, saman, öll. Já, klálega, þetta er mjög mikið svona samvinnuverkefni. En það sem ég gerði meðal þessu sumar var að ég hjálpaði að klippa vídeóið og ég var bara mjög duglegur í vakningunum. Og síðan á vælinu þá sá ég alfarið að redda dómurum og allt í kringu það og á vælsteginum þá vorum við Tindur alveg á billjón eins og allir að þá vorum við að sjá að skreyta vinningana og gera allt flott. Glæsilegt. Hvað finnst ykkur að, já, Dagur, núverandi formaður, hefði getað gert betur? Já. Ég ætla að byrja að fá að hrósa Degi. Hann stóð sér rosalega vel. Hann var rosalega góð formaður og var rosalega skipulagður. Það sem að ég, veit hvað það er, að bæta. Já, hvað hefði hann getið gert betur? Já. Hvað gerði hann illa? Já, það sem að hann gerði illa var í raun og veru að mér hefði, verkefnaskiptingin hefði mátt vera aðeins skýrari. Já. Kannski það, já, ég held að það svona stóð upp úr. Þú ert geggjaður og mér finnst mjög gaman að vinna með þér. Frábær alveg. Við tölum sem að myndi í útvarpinu, eina sem mér fannst svona svolítið erfitt og ég myndi ekki setja það bara á dag en það er bara meira skipulag þegar við varum að vekja þá fórum við svo oft bara inn í nóttina og bara ok, hvernig við vekja? Hvað mömmu við heyri og þá var alltaf mömmuna sofandi og mikið vesen og svona en það var líka gaman stundum sko ég ætla ekki að ljúga því en mér finnst ef við myndum skipulegja betur þá myndum við ekki lenda í pausavikunni í því að þurfa að vekja 5 manns já, það er alveg það Já, ég tek alveg undir henni í svolítið að skipulegja væri aðeins betur vakningar vegna þess að það verður smá þreytt að vaka fram til 3 nótt að vekja einhvern litla bausalinga með fiski, skiljum mig, bara sem er alveg óplanað. Og síðan þá líka úthluta störfum. Það var mjög mikilvægt að vita hvað allir eru góðir í innan nefndarinnar og þá þarf að úthluta störfum vera vel valið, sko. Geggjað, fyndið að horfa á Dag og tala eins og ykkur handrukkari bara út meistari, en heyrðu, langar ykkur að taka busa inn í nefndina og af hverju eða af hverju ekki? Já, ég væri rosalega til að taka inn busa. Ég var auðvitað í TV og þá fekk ég að taka inn busan Birgir Sólnes sem er mikill meistari og væri til að prófa að gera með Skemmtó þá, frekar.
Já, mér finnst það ógeðslega spennandi að taka bussa. Ég veit að starfið er samt mjög mikið eftir að vera í sumar að gera mjög margt saman. Þú veist, eins og við tókum ekki bussa í ár, það er mjög mikið sem við gerum sumarið sem er bara, þú veist, já, við verðum ógeðslega náinn sumarið, mjög náinn. Nei, þetta var ekki svo. Þetta var ekki þannig, ég vissi ekki hvað við myndum vera náinn. En ég elska bussa, þannig að mér langar að kynnast þeim betur með því að taka í nefndina. Já. Já, mér langar líka að taka bussa og það er þá svona helst af því að mér finnst við vera bara með það nógu góðan grunn, þú veist, að vera 4 sem höfum gert þetta áður á næsta ári, vonandi. Þá, já, held ég að við getum alveg höndlað það að taka bussa og síðan var okkar allra besti Kári til dæmis, hann var svolítið upptekinn í sumar á Höfn, þannig að það er hægt að gera vakningaveitu á 8, þannig að, já. Flott. Gott að heyra hann er komin aftur hérna sem er öskar og svona nei þegar eitthvað gerir sem ég skil ekki. Þá veit ég hvernig mér á að líða. Hvað eydduð þið miklu í frambúðið ykkar? Ég eyddi 70.000 myndi ég segja. Já, ég redda öllum mat og svoleiðis og þá veit ég bara í bólina og handritin og bæklingana. Ég held að það var 30-40.000. Já, ég var með einhverja styrki en í heild þá veit ég 60.000 krónur í frambúðið mitt. Heyrðu, ef að fara á persónulegu nóturnar, hvað fannst ykkur að þið hefðu getað gert betur? Já. Góð spurning. Takk. Það sem mér fannst ég staða mig mjög vel, en ég má segja sjálfur en að kannski er það bara að vera virkari bara á fundum og vera með meira skipulag fyrir alla þá sem eru líka kannski ekki í formann stöðu að líka taka kannski hans yfir og vera hans fókusaðari, þótt ég sé mjög fókusaður. Ég myndi örgulega laga stafsetninguna mína og vera aðeins virkari á samfélagsmiðlunum. Ég myndi það segja það. Já, það sem ég hefði getið gert betur væri definitely að vera bara meira svona all-in í skemmtón. Ég var líka í listó í ár og þannig ég hefði verið til að vera meira bara svona all-in í skemmtón sem að mér langar að gera definitely á næsta ári. Munduð þið taka mótframbjóðendur ykkar inn í nefndina, báða annarkot eða engan og ef annarkot þá hvað? Ég myndi taka henn í Solt og ég myndi líka taka til. Já, ég segi döð. Já, þetta myndi taka þau. Glæslegt. Nú eru málvarandi vælið á næsta ári, eitthvað óljós. Hvernig ætlið þið að sjá til þess að vælið haldi stöðu sinni sem flottasti menntaskóla viðburður á Íslandi og þótt víðar væri leitað? Já, þetta er... Ef hann er haldinn á nýjum stað, þar að segja. Já, þetta er núna er komið nýtt konsept fyrir vælið. Þetta er ekki að fara að vera haldið í Eldborg og þá er komið tíma á breytingar bara. En það sem er planið núna, sem planið, væri þá að halda söngvakeppnina fyrir daginn og þá var auðvitað allir að mæta í Versló og gegja stuð og auðvitað allir vinirínir upp á sviði að syngja og dansa og eitthvað svoleiðis og síðan fer allir bekkinir saman í einhver svona hópefli og svoleiðis og síðan koma allir á risaball kvöldið. Það getur verið pælingin. Í staðinn fyrir að leyfa öllum að mæta á vælið og síðan bara einn skólanum að fara á eftirpartí af hverju frekar bara að leyfa öllum að koma með og halda risapartí með risastemmingu. Ég held að vera svolítið sama koncept,
að ég vil ennþá halda í vælið. Þetta náttúrulega bara okkar viðburðarskemmti og að halda vælið. Og auðvitað viljum við hafa saman koncept. Þetta bara geðveikt, þetta ógeðslega gaman. En auðvitað verða núna rosa stóra breytingar og mér finnst það bara geðveikt spennandi ef ég ætti að segja alveg satt. Þú veist, við erum búin að hafa vælið alveg eins núna síðustu 13 ár. Og ég bara ógeðslega spennt fyrir að þú veist, fá tækifæri til að breyta eitthvað til sem verður til framtíðar og já, ég hlakka bara til að gera það með strákunum og stelpunum, bara öllum í nefndinni. En þetta verður bara geðveikt, við myndum náttúrulega að ræða þetta mjög mikið og þetta verður bara aðalmálið okkar skemmt en eins og þetta var að segja, þetta er geggjum hugmynd hérna að byrja þetta fyrir og hafa ball en þetta fyrir náttúrulega bara allt eftir staðsetningu hvað þetta verður og okkar hugmyndavinnu í sumar. Já, mér finnst bara mjög mikið af hlutum komið til greina við það að vera með nýja staðsendingu. Það er hægt að gera bara alls konar nýtt og það væri hægt að alveg snúa við blaðinu og bara gera alveg nýtt en mér langar definitíli að halda í bara sömu element sko, hafa þetta svona elegant og hafa þetta náttúrulega söngvakeppni. En já, mér finnst definitíli alveg hægt að breyta þessu bara alveg töluvert og það er eitthvað sem bara ný nefnd myndi vinna saman held ég. Ísolt, þú talar að það sé komið tíma eitthvað nýtt í félagslífið, talar Vestló gott talent, nýjan viðburð. Hann á að vera risastór og ég er bara að pæla hvar verður hann haldinn, hvernig ætlar að velja keppendur og hvenær ætlar að halda? Sko, við skemmt og gerum ekkert mjög mikið eftir áramót og við erum alveg búin að tala um þetta saman sko. Mér langar bara að setja þetta í stefnumálum mína því mér finnst þetta svo ógeðslega góð pæling og spennandi fyrir bara alla að fá að taka þátt í einhverju skemmtlu. Þú veist, við erum mjög margir í Vestló athyglisjúkur, mér finnst það bara mjög tilvalið að gera eitthvað skemmtilegt, gott talent, þar sem fólk getur ekki bara sungið, heldur líka sýnt sína krafta, innri krafta. En mér finnst bara að þetta mætti vera eins stórt og við getum, bara ef allir eru spenntir fyrir sig þá mætti það gera þetta bara eins stórt og við getum og fáum geggjara dómara, Gunninga getur einn af þeim að nýta nappan og þetta verður geðveikt. Ég er bara ógspennt fyrir þessu. Já, hvað ætlar að halda þetta og hvernig ætlar að velja fólki inn og eitthvað svona? Já, velja fólki inn, það væri mjög gaman að taka pröfur. En það er bara fyrir eftir hversu margir eru spenntir fyrir þessu en mér finnst þetta geggja og mér finnst klárlega að vanta eitt svona nýjan viðburð inn. Já, og þetta hefur verið haldið áður, takk Tindur. Mér finnst borgarleikur sem verið góð hugmynd og bara eitthvað svona salir sem væri til sko. Þetta er bara stór hugmynd sem mér þykir mjög skemmtileg og ætti að vera veruleika á næsta ári. Þá verðum við í stórumálum. Myndirðu að halda fram í fótbolta ef þú verið hvað sem formaður skemmta? Sko, fótboltinn er geggjaður en ef ég þyrfti að hætta þá myndi ég hætta sko en ég held maður getur nú alveg hæft íþrótt eins og strákarnir fer í ræktina út að hlaupa þá fer ég á klukkutíma fótboltaæfingu. Pottþétt. Kári, þú talar í stefnumálinu þínum að þú viljið breyta því hvernig tekið á móti nýnemum. Við ætlum ekki meiri áherslu á að fólk kynnist utan bekkja en ekki bara þétta því saman í bekkjunum. Hvernig ætlar að gera þetta og verður það ekki stigakeppni á milli bekkja eða hvernig ætlar að gera þetta í Busavíkunni? Já, ég myndi gera þetta þannig að ég myndi definitíli vilja halda í það að bekkjunni sé að keppast, það er mjög skemmtilegt. Og það getur þá verið bara svolítið í vikunni, væru bekkirnir að vinna saman í einhverjum stigaleik og eitthvað. Og síðan væri kannski hægt bara að svolítið slíta í sundur sko vikuna og ferðina. Og þá væri hægt í ferðinni, ein hugmynd sem ég var með væri að í ferðinni þá myndi ég skipta í bara fullt af hópum sem eru bara að keppast stig. Og þá getur kannski verið 2 sem eru saman í bekk. Þú veist, alltaf pör úr bekkjum saman, þannig að þú sért ennþá með ykkur sem þú þekkir. Með fullt af pörum úr öðrum bekkjum þá hefur þú séns á því að kynnast fólki í öðrum bekkjum og þá rækta þau vinasambönd sem að manni finnst vera spennandi og þetta er líka áður en tekið inn í alla nefndir og sem gerir það kannski að verkum að klíkuskapur verður ekki af mikið og svona þannig já. Hér er þetta sammála, öll svona kinka kolli áttin að mér. Já. Herðu, myndirðu fara í Nemo eða Listó, Kári, ef þú yrðir kjörinn? Nei. Nemo, það færi eftir, af því að við vorum búin að tala hann gott talent viðburð, þá myndi ég segja að Nemo færi eftir, ef að gott talent myndi stangast á í Nemo, þá myndi ég ekki fara í Nemo, en ég myndi ekki fara í Listó. Ok.
Tindur, í útvarpinu sögðu bæði Ísold og Kári að þú hefðir gert minnst af ykkur þremur. Já. Ertu ósammála því og heldur þú sér tilbúin að taka þetta stóra verkefni og fórna öðrum hlutum fyrir skemmtun? Já, sem sagt, ég ætla að reyna að vera humble king í útvarpinu og segja að ég fór til Köpen þegar nýnumavikan var rétt að byrja. Og þá hafði ég ekki tíma að sitja upp, það var ekki til staðar. Og klárlega mataði þau það bara og þau bara, já ok, Tindum alveg vera númer 3 núna. En síðan kom bara mjög góð spurningu tilbaka sem var hvað fannst ykkur ég gera sem var svona mikið neðar en þið bæði. En þau rauninni kom bara með frekar góða punkta, ég mjög fókusaður og mjög metnaðarfullur þegar kemur að mjög litlum hlutum eins og að raða nýnumum í rútur til dæmis og bara alls konar svona dót sko. Og var eitthvað fleiri spurningar. Já, ertu tilbúin að fórna öðrum hlutum til að sinna skemmtun? Já, ég nefnilega bara búinn að gera það sko. Ég var í körfubolta þegar ég var áður, ég var tekinn inn í skemmtun og síðan átti ég mig á bara að það ekki að ganga saman, þannig ég er ekki lengur í körfubolta núna og er eiginlega bara full on í skemmtun sko. En myndirðu fara í TV ef þú verið kosinn formaður? Fer algjörlega eftir, ég held ekki sko. En mér finnst mjög líklegt að ég mun ekki fara aftur sko. Ég er búinn að vera í 2 ár og væri til að taka að mér einhverju nýjur sem væri að vera formaður skemmtun og þá kannski hafa þetta samband við vini mína sem munu fara í TV og eitthvað svoleiðis, en ég mun ekki taka þátt í TV sko. Ok, herru, þá er spurning á ykkur öll. Þið fáið að spyrja hvert annað. Kári, þú fær að spyrja Ísold, Ísold, þú fær að spyrja Tind og Tindur, þú fær að spyrja Kára. Ég er ekki með neina spurningu. Ég var spurður því í útvarpinu og ég kom fyrir eitthvað lélega spurningu. Þannig að eina sem ég myndi spyrja Ísoldi væri að því, já, þú ert búinn að tala mikið að þú ert búinn að vera 2 ár sem er náttúrulega mjög, það er helmikið meira en við Tindur. En þú náttúrulega varst ekki í öllu busadótinu og nú er Væli að taka á sig líklega alveg nýja mynd. Hvar heldur að svona þessi, þú veist, hvar heldur að þessi reynsla myndi, þessi auka reynsla myndi nýtast þér eða þannig? Já, fyrsta árum mitt þá. Sko, auka reynsla mín. Sko, að því ég var busy á fyrsta ári, að ég las meðmálinn hjá Önnu og þeim, þá var ég bara ógeðslega mikið bara svona forvitin og ég spurði ógeðslega mikið og ég lærði ógeðslega mikið að því að spurja. En þú veist, það er alveg rétt, ég kom mér mjög óvart hvað busavikan er risastór og það er klálega jafn mikið vinna og fyrir Væli finnst mér. En bara, þú veist, já, mér finnst ég bara einhvern veginn búin að ástríða mín fyrir skemmtun og örugglega finnst mér meira en hjá ykkur og örugglega bara hjá flestum út að ég er búin að vera þarna svo lengi. Þá er ástríðan búin að fyllast, ekki kjósa mig út að ég er búin að vera 2 ár, heldur bara út að ég bara veit ég myndi aldrei, þú veist, vilja bregðast þess að nefnd út að ástríðan er orðin svo mikil, sko, alveg galið. Já, það er örugglega helst það, bara ástríðan sem ég lærði, eða fekk. Já, náttúrulega ég spyr til. Þið voru síðust, þá voru eiginlega allir látnir gera þetta. Já, þú verður formaður. Hvað er svona helst það sem þú munt gera, þú veist? Af hverju vilt vera formaður? Já, geggjum spurning. Af hverju vill ég vera formaður? Ég bara trú að ég sé besti kandidatinn af okkur öllum hérna. Ég er metnaðarfullur og mjög skipulagður og ég er nú þegar búinn að hætta í mjög mikið hlutum, til dæmis körfubolta sem var mín eina ást sem út af þetta bara gekk upp með skemmtun og ég er tilbúinn bara að fara skemmtun full on. Og já, það er svarið mitt. Já. Og já, ég er til Kára, já núna. Kári, þú nefnir hérna í ræðuninni daginn að þú náður að balansera skemmtun, listó, nemó og þú féllst ekki í neinum áfengum. Heldur að vera formaður skemmtun mun alveg hafa mikil áhrif á námið þitt
fyrst þú verður formaður skemmta þá miklu meira ábyrgð. Ertu að tala um... Nei. Það sem ég er að meina með þessu er að það að vera í skemmtó og listó er náttúrulega meira álag heldur en að vera bara í skemmtó. Þannig að það sem ég er að meina með þessu er í raun og veru að ég er að sanna að ég geti verið undir álaginu án þess að vera að falla í öllu. Þannig að ég myndi alveg segja að það að vera það eitt að vera formaður skemmtó versus að vera í listó og skemmtó er örugglega bara svipa álag eða ég veit ekki hvað sem er. Þannig að já, það var svona það sem ég var að reyna að segja með þessu. Einmitt, heyrðu, þá er ég að spá í að fá ykkur á mjög þröngum tímaramma til að segja mér af hverju það ætti að kjósa ykkur, af hverju fólk ætti að kjósa ykkur en ekki einhvern annan. Ég er að spá að gefa ykkur bara 20 sekundur og ég bara spila hljóðið þegar það eru búnar og þá verðið bara hægt að tala. Ertu tilbúin? Go! Já, ástæðan fyrir þetta að kjósa mér er að því að ég er með mjög mikið af nýjum hugmyndum og ég er mjög spenntur að vera í skemmtó á næsta ári, vonandi. Og bara takast af við þau verkefni sem við erum að fara í eins og að breyta konceptum vælinu og ég finnst ég vera mjög hugmyndaríkur og skipulagður og ég næ til fólks og geta verið svona leiða áfram þennan hóp. Þannig að já, bara ef þið viljið fá æðislega viðburði og allt þetta. Tíminn er búinn, klukkan er bara eitthvað biluð. Þú veist að við byrja? 3, 2, 1. Mér finnst að þetta kjósa mér formaður skemmtó út að ég hef verið í skemmtó í 2 ár og ástríðan er ógeðslega mikil og spenningurinn fyrir að gera nýja hluti og halda sömu hlutunum gangandi síðustu 2 árin sem verður skemmtileg. Ég elska fólk og mér finnst mjög gaman að tala við nýtt fólk sem er mjög góð einleiki fyrst mér í skemmtó. Ég er mjög gaman að lífinu og ég væri mjög til. 3, 2, 1. Já, ég held ég sé besti kandidatinn í að vera formaður skemmtó. Ég hef mikla reynslu í vídeónettum sem kemur mjög mikil greina fyrir vakningamyndbandið og fleira. Ég var í TV, busi, á öðru ári og í annálunum líka. Og ég er mjög metnaðarfullur skipulagður og ég er með þetta allt á hreinu. Takk fyrir mig. Með 3 sekúndur í ágang. Gefið þeim gott klapp, takk fyrir okkur. Áður en ég farið, þá var mér sagt að láta ykkur vita að kosningin opnar klukkan 10 á Innu og lýkur á miðnætti annað kvöld. Takk fyrir komuna.